Já, velkomin að Rauða borðinu á 15. skvöldi. Það alls konar efni hérna framöndan. Björn Þorláks, þú ert með svona framhaldsviðtal. Já, stundum það þannig. Við heyrðum í Þórdísi Jónu Sigurðardóttur, forstjóra miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu í gær. Bárum undir hana ýmsar brotalamir meintar í grunnskólakerfinu. Það var kannski svolítið áhugavert að hún eiginlega tók bara undir alla þá gagnrýni sem hefur komið fram núna síðustu mánuði á grunnskólakerfið okkar. Og sem það sé ekki verið að mæla árangur barnanna og sé verið að sigla skipinu einhvern veginn í myrkri og þoku og ekki viti hvað að gerast. Það nefnilega, ég held að það líkingamál lýsi bara nokkuð vel, eins og þú orðar það. Og við ætlum að heyra í kvöld í Ragnari Þór Pétursinni, kennara. Fyrrverandi formanni Kennarasambandsins. Já, fyrrverandi formanni Kennarasambandsins. Það var ýmislegt sem að sem hún sagði, hún Þórdís, sem að maður heyrir út undan sér að kennarar vilji bregðast við. Þannig að það verður svolítið spennandi að sjá svona hvort þeir að ganga í takti með henni í þeim breytingum sem að hún boðar framundan á. Hún í rauninni boðaði í gærkvöld bragarbætur á þessum brotalömmum sem hafa verið en samt ekki alveg búið að samfæra mann að það verði allt bara frábært á einni nóttu sko. Ragnar Þór mér sagt að frábær kennari. Já, það? Já, maður sem að sagði mér frá því að hann hefði verið í Borgarholtsskóla. Já. Það var eitthvað svona ráðstefna og hinir og þessi með erindi og svo var Ragnar Þór meðal annars að tala þegar hann var formaður Kennarasambandsins. Já. Og svo var þetta bara svona einhverjir kennarar og fræðimenn sem voru að hlusta. Já. En allt í einu verður svo sem að vera að segja með söguna varfið að það svona byrjað að koma inn hellinga krökkum inn í salinn. Og allt í einu bara svona aftari hluti salins fullur af ungum krökkum sem voru í Borgarholtsskóla. Og hann verður svona forvitinn og spyrja þessu af hverju eru þið komin hingað? Við sáum að það var auglýst að Ragnar Þór ætlaði að vera með erindi og hann kendi okkur þegar við vorum upp í Norðlingaholti. Hvað Þú bara hlusta á hann. Já. Og viðkomandi maður sem hefur áratuga reynslu af menntamálum. Já. Hann var mjög impressed, sagði það ekki venjulegu kennari sem nær þessu. Það gamli kennarar koma bara gamli nemendur koma til þess að hlusta á þig. Þetta ótrúlegt. Ég get sagt þér sögu í hináttina þegar Það lögðu allir út. Nei, það var þegar næstingsta barnið mitt hóf nám í grunnskóla. Þá hafði það hlakkað mikið til þessa fyrsta dags sem yrði fyrsta skóladagsins og við fórum í viðtal við kennarann hans 2 dögum fyrir fyrsta skóladag og hann spurði hvað 6 ára gamall eða hvað börn eru hann vildi fá að heyra það frá vörum kennarans til hvers skólar væru. Akkur það væri ekki bara heimakennsla, akkur foreldrarnir geti ekki bara séð þetta, akkur væru bara með þessar opinberu stofnanir eins og skóla, grunnskóla. Og ég gleymi því aldrei að kennarinn horfir á barnið, horfir á mig og mömmu barnsins og segir svo, já, þegar stórt spurt, ég á nú kannski bara engin góð svör við þessu. Og þá fór ég að veltaði fyrir mig verðum maður grunnskólakennari á Íslandi án þess að grundvallar spurningin hvers vegna erum við með grunnskóla? Það tilgangur í starfi mínu. Akkurat. Já, svo verður líka núna eftir fréttir á Gaza, Maggastína kemur hún komið reglulega, svona 2 sinni í viku. Já. Til þess að rekja þetta. Ekki veitir af. Nei, kannski stærsta fréttamál samtímans. Já. Í gangi þjóðamorð sem að verður fjallað áratugi og aldir og eftir. Það verður spurt hvernig við brugðumst við. Og gengur hvorki né rekur. Það gengur bara Íslandsmenn líklega að segja það gangi. Þeir drepa 40, 50, 60, 70 manns á dag. Já. En heldur að sagan muni spyrja stóra spurninga það sem við erum ekki að gera núna? Auðvitað. Ég meina mér segja að alþjóða dómstóllinn og svona helstu svona stofnanir, alþjóðastofnanir hafa
bent á að þarna sé að öllu líkindum í gangi þjóðarmorð og margir gangi mikið lengur. Það eru þeir sem hafa verið að vinna á vettvangi hafa sagt að þeir hafa aldrei séð annað eins og hafa þó farið víða á hörmungasvæði. Aldrei séð annan eins viðbjóð. Og sumir láta eins og að við höfum ekkert að bregðast við því en ég held að það sé nú mikil meiri hluti almenning sem krefst þess að sé brugðist við þessu. Þetta er ræðilegt. Já. En þarna, ég ætla að spila hérna aftar í þættinum líka viðtal við hana Fítu Abu Libdeh sem er alin upp í Palestínu, kom hingað til Íslands á svona unglingsárum og ég ætla aðeins að fjalla við hana þetta ástand, hvernig þetta horfir við íslenskum palestínumönnum sem í gangi. Og reyndar ætla ég að spila annað viðtal sem að ég tók hérna einhvern tímann í vor við hana Steinunni Þórðardóttur sem er formaður hérna Læknafélagsins dánaraðstoð. Sem að það kom frumvarp inn í þingið á síðasta vetri frá þingmönnum Viðreisnar að heimila dánaraðstoð. Og mér finnst það svo áhugavert viðtalið við Steinunni því að hún lýsir því eiginlega að hún sem formaður Læknafélagsins taldi sig þurfa að skoða þetta nánar. Þetta væri erindi sem að myndi koma til þeirra og til einhverja meðferðar í Læknafélaginu því að það er náttúrulega þannig að það eru læknar sem eiga aðstoða fólk við að deyja og hún var nú svona opin fyrir þessu til þess að byrja með. En því meira sem hún skoðaði þetta því ansnúnari var hún hugmyndin það að löglega hér dánaraðstoð. Er það svo? Já. Ég hef haft á tilfinningu lengi að með aukinni einstaklingshyggju sem verðist ekki eiga sér nein endimörk þá verði litið svo á sem dauðinn séu okkar engaeign en ekki fólksins í kringum okkur og jarðafarir jafnvel eða útfarir hvað maður segja partí fyrir andlát og allt á okkar forsendum en hún sem sagt og þú kannski þið haldið að við sem ekki stefna þangað. Jú. Það er alveg augljóst að þetta er sko línan en hún persónulega sem læknir og bara sem manneskja hún finnst henni sko hugmyndun dánaraðstoð verða sko verri eftir því sem hún skoðar betur reynsluna í Hollandi og Kanada og ýmis konar álitamál sem koma upp og fleira og það er líka bara staðan sem að læknar eru í að hún var svona tiltölulega hlutlaus en verður eiginlega mjög þetta er eiginlega sterkustu andstaðan sem ég hef heyrt dánaraðstoð. Það er nefnilega það var forvitnilegt að heyra. Þetta var áhugavert viðtal sem að ég vildi að færi aðeins víðar þannig að við skjótuð inn en síðan rétt á eftir að þá koma hingað Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna og Benjamin Julian sem er verkefnastjóri hjá Verðlagseftirliti Alþýðusambandsins og við ætlum að ræða svona innkomu verslunarinnar prís á dagvörumarkaðinn hvort að það leiði til verðlækkunar og hvernig þessi samkeppni raunverulega og hversu við getum vænst af henni og kannski ræðum við svona almennt samkeppni í framhaldinu. Það er lítil samkeppni á Íslandi fyrir fákeppni og einokun og öllum mörkuðum. Er það kannski hugmynd fyrir samstöðuna að setja neytendamálin aktíft og reglulega á dagskrá? Já, við vonum til þess að Benjamin Julian komi einu sinni viku á 50 og fari svona yfir það er náttúrulega dagvörumarkaðurinn ef það er virk samkeppni í gangi þá er náttúrulega spennandi að fá bara fréttir af því reglulega en svo er bara neytendamál eru mikilvæg og við viljum Já, mér er til efs að sko ég hef nokksunni heyrt bara almenning ræða eins mikið okrið og vöruverðið og hvað okkur blæðir núna í hver skipti sem við förum út í búð bara þetta er bara málna alls þar. Það er náttúrulega búið að spæna fólki gríðarlegar upphæðir í húsnæðiskostnað áður en það fær eitthvað eftir. Einmitt, það er svo lítið eftir. Svo hækkar verðið út í búð þegar þú fer með það sem að litla sem er fyrir. Þannig það eru neytendamál, það er dánaraðstoð, það er Palestína og það eru skólamálin framöndan. Og þá áttu eitt eftir. Það er ræðan þín góða sem þú kemur alltaf með hérna þegar þú ert að kynna. Já, það er rétt. Dagskrána. Og hún fjallar það að samstöðin er tilraunaverkefni. Við erum að reyna að byggja hér upp umræðu vettvang og fjölmiðil sem er í eigu almennings og þarf ekki að þjóna neinum öðrum en almenningi. Þetta hefur verið hægt
nett með tilstuðlan ykkar sem eru að horfa og hlusta. Þið getið byggt upp dreifikerfi okkar með að benda vinum og vandamönnum á að það með finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum, í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu og það er útvarpsendinga má líka sækja á spilarann, spilari.is á netinu og spilari líka app sem má hlaða niður síman og hlusta þá á samstöðuna hvað sem er í heiminum, alls það sem er net og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar erum við með 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðarinnar. Hver veit? Þið sem að viljið hjálpa okkur enn frekar og það er náttúrulega fólki sem að drífur þetta áfram, það eru þeir hlustendur og áhorfendur sem hafa gerst áskrifendur ef að þú vilt slást í hópinn. Það hefur kannski verið löngu búin að ákveða en ekki látið verða að því núna, þá hvetjum við til þess að gera það, farað inn á samstöðin.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er sem sagt fjölmiðill í eigu almennings, hlustenda og áhorfenda. Tilraunaverkefni, svona fyrir utan kannski svona markaðinn, þetta er fyrst og fremst byggt upp af almenningi og þeim sem að vilja styrkja þetta og telja að við hafa eitthvað gildi að samstöðun sé til í okkar samfélagi. Ef þú ert einn af þeim, þá ættir að íhuga að gerast áskrifandi. En framundan eru við til kvöldsins, góða skemmtun. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það mun vera komin samkeppni til Reykjavíkur allavega. Dagvöruverslunin Prís opnaði og það virðist vera að sé verið verðsamkeppni í gangi sem að við erum nú ekki vön að sjá hérna. Það eru fákeppni og einokun á flestu mörkuðum. Ég fengi ekki sérfræðinga í þessum málum hingað. Breki Karlsson er formaður Neytendasamtakanna og Benjamin Júlían er verkefnastjóri verðlagseftirlits Alþýðusambandsins. Velkomin. Takk. Er þetta samkeppni eða er þetta svona gerjusamkeppni? Er þetta tímabundið að það er bara einhver að koma sér inn á markaðinn og notalega verið til þess að tróða sér þar inn og svo hækka verðið upp á sama stað? Þetta er náttúrulega stóra spurningin en er á meðan er og við fögnum því náttúrulega að það sé komin alvöru samkeppni og við sjáum það að þannig munar töluverðið á mörgum vörum og það sem virðist vera að gera allan með það sem les úr viðtölum við forsvarsfólk verslunarinnar þá er verið að skera burt milliliði og þar vitum við og höfum talað lengi að það er fita sem má fara burt. Allar tækninýjungar snúast það að stafræn tækni snýst það að skera burt milliliði. Og hvað er svona milliliði? Eitthvað sem heilsalar og Kaupið það bara beint á utan? Já, og flytja þetta bara beint inn sjálf. Sem er bara fín og góð leið og maður hefur svona oft velt því fyrir sér hvort að það sé þörf á öllum þessum heildsölum á Íslandi. Ég veit að heilsalarnir hafa það mjög gott eins og þessi stóru ég fór yfir ástæðninga þeirra eftir hrun og þau náttúrulega höfðu verið í einhverjum fjárfestingum og töpuðu miklu á hækkun lána
en þau voru ótrúlega fljótir heilsalandir að ná sér. Ráku fyrirtæki sem gríðarlegum hagnaði og voru bara orðin eiginlega skuldlítil 3 árum seinna. Þannig þau virðast að hafa ótrúlega tök á markaðnum, þessi fyrirtæki. Já, það rímar við svona þá tilfinningu sem maður hefur að það sé veruleg tækifæri til lækkunar á matvöruverði með því að skera niður eða fækka milliliðum. Sem að það bara bónus og krónan og fleiri sætta sig við að hafa. Já, og eru stundum í sumum tilvikum hagar og eiga nú milliliði sjálfur og taka út hagnað þar sem að sést ekki alltaf þegar verið að bera saman íslenskar verslunarkeðjur við erlendis, að þá er verið að skoða, ég man ekki hvað það heitir þarna, verð seldra vöru eitthvað sem er svona aðferð til þess að bera saman álagninguna, að þá er oft falið á bakvið að sömu aðilarnir eiga líka heildsöluna og eiga líka húsnæðið og taka húsaleguna inn og eitthvað fleira og eru að fela raunverulega hvað er gríðarlegt okkur hérna. En Benjamin, þú ert að skoða verðmiði alla daga. Já. Hvað er þetta mikil verðlækkun og á hverju? Sko, á einhverjum vörum er þetta svona erfitt að segja svona strax í fyrsta kasti þá voru mjög margar vörur, það var bara miðað undir allar vörur frá prísnum miðað undir verð allra vara sem að þau opnuðu með og bónus byrjaði strax að elta þau niður í einhverjum tilfellum. En það kapphlaup hefur síðan haldið áfram og ég er í dag búin að vera að skoða verðin aftur í bónus og prís og það er verið að lækka ennþá. Þannig að það er í einhverjum tilfellum, það eru svona lágjaðarsvörur, það sem að þessi jaðar sem þú nefnir er frekar þunnur eins og á mjólkurvörum, það sem hefur verið svona krónu fyrir krónu. Í einhverjum tilfellum þá hefur prís bara skotið niður fyrir sitt eigið kostnaðarverð að þeirra eigin sögn að minnsta kosti. Þau hafa sagt að þessu að gefa með vörunni, sem er náttúrulega ekki traust business model. Nei, og það er og í þeim tilfellum þá verðist bónus líka bara að halda sér höndum. En spurningin er einmitt svo hvort að þau séu þá að lokka inn fólk til þess að kaupa þær vörur sem að Breki er að tala meiri hlutin af vörunum sem að við sáum þegar við fórum hana í fyrstu umferð var vörur sem við höfum ekki verið með áður, sem við höfum ekki séð og voru ekki í rauninni samanburðarhæfar vöru fyrir vöru eins og aðrar. En jafnvel þar tók ég eftir að til dæmis kjúklingabönir virtust hafa lækkað hjá bónus í takt við sambærilegar kjúklingabönir frá prís. Það getur verið að jafnvel þær vörur drægi niður verðið í hinum búðunum sömuleiðis og það náttúrulega er mjög gott merki vegna þess að það er þar væntanlega sem að prís er með sóknarfæri sitt. Hvað er þetta mikið? Ég meina, ef ég fer og versla inn í prís miðað við hvernig það var þegar ég fór áður í krónuna síðan svona, er ég að spara 500 kall eða er ég að spara... Ég tók saman alla körfuna. Hvað kostar einn póki? Já, akkurat. Ég tók saman alla körfuna og það var nokkra prósentamunur. Það var svona kannski 3% munur á fyrsta degi. Ég þori ekki að segja, ég er að gera samanburðin fyrir daginn í dag og þú sóttir mig bara úr búðinni sko, til þess að koma hingað að spjalla þetta. Þannig ég er ekki komið með stöðuna núna. Ég held að bónus hafi í einhverjum tilfellum verið að reyna að jafna í það minnsta verðin. Þannig að munurinn er sennilega aðeins minni í dag en ég veit að prísi líka ennþá á leiðinni niður með einhver verð og hefur einhverjum tilfellum stokkið niður um 10, 20, 30 krónur í viðbót. Og svo er náttúrulega frækt dæmi millubrauðið og kíló Aleppo-brauðið sem er selt undir nafni prís sem er það bara selt á 300 krónur kílóið sem er mjög dýrt. En það er eina af vörunum sem er greitt með. Þannig að maður ætti að skreppa þangað og kaupa ársberðir af brauði, setja í frestinn. Það er helsta sparnaðarráðið sem ég get boðið í augnablikinu, af því að það mun ekki endast. En þetta hljómar, þetta er ekki svipað og þegar Costco kom inn á markaðina sem var bara gríðarlegur verðmunur. Eða þannig lýsti fólk því. Já, ef þú velur vörunar vel, þá er alveg talsverður munur. Það er alveg einhverjar vörur, það var, ég held í 10% tilfella var 10% munur á verði. Og það er alveg eitthvað sko. En það var á laugardaginn og eins og ég segi, það er erfitt að fylgjast með, maður þarf að fara inn í þessa búðir, þau eru ekki meðverslanir, þannig að við getum ekki skoðað þetta dag fyrir dag. Þannig að við þurfum bara að handprófa hver verðin eru þarna og það er í dag og í gær sem við höfum verið að keyra þann samanburð aftur. En stundu þegar það er svona verð samanburður á milli verslana, þá eru valin einhver svona karfa og það er alltaf sama karfan
og þar er búðirnar að keppa og þar frægt að krónan er alltaf 1 krónu fyrir ofan bónus. En svo þú ferð inn í búðirnar, þá verður þetta ekki, þú kaupir ekki bara eftir þessu lista. Nei, og ég held að þá er verið að taka af þér sko góða álagningu alls þar í kring sko. Mér grunar að það sé einmitt móteli hjá Prís að reyna að fá fólk til þess að venjast með því að koma inn til þess að kaupa ársbyrðir af myllubrauði. Þá kaupið það kannski í leiðin eitthvað af þeim nýju vörum frá nýjum aðlum sem að þau eru að kaupa sko frystikistu með þessu brauðinu að geyma áspyrðir. Já, það er ekki allir svo hefðir, ég er ekki með frystikistu til að geyma allt þetta brauð sko. Nei. Þannig ég verð að bara kaupa þetta dag fyrir dag. En já, ég held að það sé mögulega sko, það sem allavega, ég held að það séu góða fréttir þegar að meira vöruúrval býðst líka vegna þess að við erum með mjög ákveðna fasta liði í vöruinnkaupum sem eru í boði í öllum verslunum og ég held að það sé bara góðs viti ef það verið að prófa eitthvað nýtt. Það sem gerist þegar þú ert með 20-30 ár, það sem er ekki verið að prófa afgerandi nýja hluti er að ríki byrja svona dálítið að setjast á markaðinn. Og það fer bara einhver svona frekar hversdagslegu leikur í gang þar sem að krónan er 1 krónu yfir bónus og það er búið að vera svoleiðis í sko 20 ár. Já, og það, sko, þegar ég byrjaði að skoða verð þarna í fyrra, þegar ég byrjaði í þessu hjá ASI, þá var það einmitt það sem ég rak augun fyrst í, þessi krónumunur og eftir því sem ég breikkaði sviðið sem við vorum að skoða, þá hætti það ekki. Krónumunurinn er ekki bara á körfunni, hann er bara á næstum öllu. Samkomulagi milli þessara verslanir það að bónus er ódýrastur og krónan er krónu dýrari. Það lítur út fyrir það, já. Það er bara samkomulagið og svo bara hækka þau jafnt og þétt og ná aukinni framlegð, hvort sem takja hann út í gennum húsaleguna eða heildsöluna eða eitthvað annað slíkt. En ég nefndi Costco. Þegar Costco kom inn og við munum eftir því að það var margt sem var sko miklu ódýrara og líka svona annars konar vara eins og þú ert að vísa í hafði svona mikil áhrif. Ég held að það var ekki Costco Facebook-hópur sem er eiginlega 90.000 manns eitthvað sem að fylgdist með því að þetta var bara þetta greip huga fólks allavega á höfuðborgarsvæðinu. Síðan svona eins og Costco hafi svona settlast bara, náði ykkur, ég veit ekki 8% markaðshlutdeild og svo náður henni og svo bara hækkaði verðið upp að þessu því að það er fárlegt fyrir Costco frá eigendur Costco. Akkur ættu við að vera með 25% lægra verð heldur en hinir. Akkur ættu við að gefa almenningi það, við tökum það bara eins og hinir og svo er kannski 3% munur á einhverjum svona lykilvörum en annars er þetta bara orðið það sama. Er þetta ekki bara hægt við að Prísi að gera sama leik núna, að tróða sér inn á markaðinn, setjast þar niður á einhverju 4-5% markaðshlutdeild á einni búð, mögulega bæta við einhverjum fleirum en fara svo bara í fákeppnina með hinum. Já, það verður framtíðin bara að leiða í ljós, það er ekkert að ætla það. Þau segjast ætla að... Það er náttúrulega fólk sem stóð á bak við krónuna og bónus, sko, sem að gerðu, þetta eru fákeppni, þetta eru heimsmeistarar í fákeppni. Jú, en þau vilja leggja áherslu á það að þau komið þannig inn rétt fyrir þjóðarsáttina frægu á sínum tíma með bónus og maður hefur heyrt einhverja allavega þakka bónus að hluta til fyrir að þjóðarsáttin héldi. Þannig að, en eins og ég segi, sko, það er alveg góð tækifæri til að lækka vöruverð. Vöruverð á Íslandi er eitt hið hæsta í heiminum. Við erum alltaf að keppa efstu 3 sætin. Þannig að það hlýtur að vera hægt að gera betur og ég vona svo sannarlega að þess innkoma Prís á markaðinn verði til þess að það verði raunveruleg samkeppni og að neytendur fái loksins að njóta þess. Það sem maður vonar náttúrulega líka er að það lítur náttúrulega aldrei flott út þegar það er verið að keppast krónumun. En það er svo skert fyrir þig og þeir sem eru að mæla, sko. Já, í rauninni, sko, en það sem að maður myndi vona náttúrulega er að þetta haldi aftur af hækkunum. Það var til dæmis páskana, þá var svolítið furðulegt svona verðkapplaup páskaegg. Og þar voru heimkaup og ekstra að draga verðið niður nokkrar krónur en það hljómaði ekki merkilegt, þetta reiknaðist til að það hefði tekið marga mögulega einhver ár að koma niður í 0 sko, úr því stíu á þessum hraða en það sem þetta gerði var að halda aftur af hækkun sem hefði orðið sem að var fyrirsjáanlega bara út af því að allar súkkulaðivörur og allt kakó var byrjað að hækka í verði mjög á þessum tíma þannig að það getur alveg verið að það sé smá beisli í þessu líka
og það ég meina, bara á þessum tímum mjög sérstakt að horfa upp á verð lækka yfirleitt. Við erum búin að sjá, nú erum við með vísitölur yfir verðhækkanir frá kjarasamningum. Það hefur verið að hækka tiltölulega taktfast frá kjarasamningum mánuð fyrir mánuð svona 0,5%. Og núna fyrsti mánuðurinn það sem við sjáum, og það áður en prís opnar að verð byrjar að lækka. Að vísitalinn að lækka. Það hefur verið ýmislegt gert til þess að, ég veit ekki hvernig þetta orðið, örva samkeppni á Íslandi. Meðal annars var búin til eitthvað svona í tengslu við kjarasamninga, þar sem voru fleiri vörur settar inn í eitthvað svona mælingu. Hver var niðurstaðan á því? Var það ekki niðurstaðan svo að það hjálpaði eiginlega verslunareigendunum í fákeppninni að því fleiri vörur sem voru meldar? Já, verðgáttin, hún var of lítil. Það voru einhverjar 150-200 vörur í henni og niðurstaðan af því var að nettókrónan og bónus sem voru með vörurnar þar, þær bara fjallu allar á sömu upphæði í rauninni. Þannig að körfumunurinn var næstum engin. En það er náttúrulega, sú gátt ekki virk lengur, sko. Það samanburðirnir sem við erum að gera núna og sem við höfum núna gert aðgengilegri fyrir fólk til þess að fletta upp sjálft eru yfir bara allt vöruúrvalið meira eða minna. Að minnsta kosti allt vöruúrvalið þegar kemur að dagvöru og matvöru. Og ef þau ætla að keppast að jafna öll verðin þar, þá náttúrulega þau bara búin að lækka öll verðinir og það sama yfir alla búðina. Það ekki að fara að gerast. Þetta dagvörumarkaðurinn, en svona eiginlega allir markaðir hérna hjá okkur. Það sem að þeir sem ráða yfir honum, það sem yfirleitt 2 eða 3 aðilar, að þeir samræmast bara eitthvað verð og mjólka svo okkur. Jú. Það staðan í þínu landi, það fór maður eitthvað sakra. Það ekki samkeppni. Hún svona takmörkuð og þess vegna svo mikilvægt þegar að henni hleypt af stað og eins og með prís að það sé hrist upp í hlutunum og saman með innkomi Costco. Ég held að Costco sé ennþá með lægsta bensínverði til dæmis og það alveg sjáanlegt, sko, það hækkar bara frá þessum miðpunti bensíns á Íslandi og það fyrir bara hækkandi eftir hversu langt þú fer frá Costco. Þannig að jú, það er ákveðin samkeppni. Það svo sýndar samkeppni, sko, að vera bara með nokkra dælur fyrir utan til þess að fá fólk til þess að koma í búðina þína. Já, en ég meina það... En fólk kaupir samt þar og spara peninga. Það er svo maturinn í IKEA, það er lág álagning á honum, en það er bara til þess að fá fólk inn í búðina. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er ekki svona raunverulega eins og okkur kennt að sko samkeppni í að virka það sem að fólk að bítast á markaði til þess að bjóða fram bestu vöruna á hagstæðasta verðinu. Þetta er bara eitthvað hljómar eins og þetta er eitthvað góðsögn, en það passar ekkert við Ísland. Það virðist vera allavega, það eru á flestum mörkuðum mjög fáir og hverju sem að kenna, þá erum við náttúrulega fá þjóð en þegar það gerist, það kemur svona inn þá hristir það upp í markaðnum og raunveruleg samkeppni, hún virðist allavega í tímabundið í það minnsta, vonandi til frambúðar vera að virka. Þetta náttúrulega, Ísland lítið land, lítill markað með mjög stórt síki utanum, það bókstaflega, það er mjög erfitt fyrir Íslendinga að fara eitthvað annað að versla, þannig að... Ég keypti til Svíþjóðar eins og Norðmennirnir. Akkurat, og þú getur á Íslandi ekki, þetta er bara, á jafnlitlu markaðsvæði hættan er alltaf svo að það verði mjög fáir ráðandi aðilar. Það er í eðli og þess vegna þurfa samkeppnisyfirvöld bæði að vera með vígtennur og þurfa að vera mjög á varðbergi. Og eins og þú nefnir með að stór hluti veiðiskeiðunnar sé í eigu fárra aðila og að sömu aðilar eigi stóran hluta af veiðiskeiðunni getur verið vandamál líka. Það getur vel verið að það væri eitthvað sem að... Samkeppnisyfirvöld hafa sætt sig við það. Samkeppnisyfirvöld hafa sætt sig við að sko Bónus og Hagkaup sameinuðust, þau fengu að kaupa 10-11, þau mega eiga heildsöluna og þau mega eiga sko húsnæði sem leigja sjálfum sér. Samkeppnisyfirvöld þau fallast alltaf á því að sko að stærðarhagkvæmni muni leiða til ódýrsverð eða lægra verð til neytenda en ekki samkeppni. Það er spurning hvort að þetta sé eitthvað sem að samkeppnisyfirvöld eða löggjafinn þurfa að breyta, það er bara eitthvað sem ég þekki ekki, sko. Viðmiðin náttúrulega, við sjáum það í Bandaríkjunum núna til dæmis að tæknigeirinn er undir smásjá beggja flokka í Bandaríkjunum og það verið strax verið að hafa afleidd áhrif í því að þeir byrja bara að haga sér öðruvísi, þeir byrja bara að vera aðeins vingjarnlegri í sinni
vera síður útilokandi jafnvel á sviðum þar sem að Samkeppniseftirlitið ekki þegar byrjað að skoða málin. Þannig að það getur myndast svona stemming í því og ein leið til þess að hleypa upp stöðnuðum markaði að opna nýja verslun. Önnur leið að Samkeppniseftirlitið býti. Þeir hefðu þá að breyta eitthvað svona stefnu sinni og fá stuðning stjórnvalda til þess að geta rekið almennilegt samkeppniseftirlit? Ég held að stuðningur stjórnvalda sé alveg lykilatriði. Hvað segir þú um það? Já, það þarf að stórefla samkeppniseftirlitið, það er alveg augljóst og hefur legið fyrir lengi. En það hefur verið veikt á undanförnu og þeim hefur verið gert að skera niður og sem miður og sérlega í ljósi stórra sameininga og stórra mála sem það hafa verið að fjalla eins og við höfum fjallað hér áður með samkeppnislagabrot og sem náttúrulega bara aðför að neytendum. Og það er 1,5 stöðugildi til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir, annars eru þau bara að sinna erindum. Maður fær á tilfinninguna einmitt með eins og rísa innflutningsmálið þarna með Samskip og Eimskip að það hlýtur að hafa tekið bara allan mátt Samkeppniseftirlitsins á meðan það var í gangi. En aðrir hlutir kröfðust kannski athygli eftirlitsins líka og svo verður náttúrulega minnast á búvörulögin sem voru samþykkt heimild til samruna í rauninu undanþágu frá samkeppni. Sem líka ekki eðlilegt. Þegar við horfum á hvað vantar þarna og hvað þarf til þess að hvetja til samkeppni, þá samkeppniseftirlit sem er ekki bara það sem því er ekki bara gert að halda fyrir annað auga, er náttúrulega lykilatriði. En nú var ég að tala svolítið svona eins og íslensku neytandi sem er langbarinn og svona án að fara að gabba með eitthvað til þess að fara í þessa búð og örva samkeppnina. Ég skipti verið í Nóa þegar það verður verðsemgir þar en það er engin verðsamkeppni lengur í fjarskiptamarkaði. Það er bara, ég var bara hækkaður, reikningurinn minn var hækkaður bara þegar Nóa var búin að fá sína markaðshlutdeild sem ég ætla að lifa af og þannig hef ég verið narraður hingað og þangað. Er það þannig að ég eigi eftir sem áður að hlaupa alltaf til þegar kemur og standa með þeim sem kemur nýr inn í samkeppnina? Þetta er tryggingamarkað, þú kannast við að fólk sem fór yfir í vörð og þetta er löng saga að skipta yfir í, svo er það bara hækkað aftur upp í. Það er engin áskrift í matvöru. Þú getur skipt matvörubúð á morgun þó þú sért í einni í dag. Þannig að það er miklu kvikari markaður, það er miklu auðveldara að hafa aðhald þar. Það er engin skiptikostnaður annar heldur en að velja sér annar bílastæði. Þannig að við gætum haft áhrif með buddunni sem hægri menn halda stundu fram að við neytendur getum stjórna heiminum með buddunni, ég hef ekki mikla trú á því. Já, í þessu tilfelli, það er auðvelt að aga prís ef að verðin þar reynast í næstu viku ekki verið jafn há, þá erum við í verðlagseftirlitinu með ánótunum, getum látið vita á því strax og ég held að það felst alveg eitthvað aðhald í því. Benjamin, vinnum við að fara í prís? Ertu búin að fara í prís? Ég fór í gær, já, og á miðvikudegi klukkan 2 var alveg tróðfullt af fólki og það var alltaf það er búið að vera þannig allan tímann sem opnuð. Þannig að mér sýnist neytendur vera að taka þessu vel og ég trú líka ekki öðru heldur en óháð því hversu staðnaður þessi markaður er. Þá trú ég ekki öðru heldur en að einhver í Bónus sé ekki hrifinn. Ekki hrifinn? Og er það ekki hrifinn af stöðunni. Það bara hlýtur að vera að það hversu hratt þau hafa breytt. Þau voru byrjuð að lækka verð hjá sér samdægurs eftir opnun verslunarinnar. Vissulega getur verið að þetta endist ekki að eilífu og það er náttúrulega augljóst að verð muni ekki bara lækka til eilíðanóns, en það hversu skyndileg breyting þetta var og hversu viðstöðulaus viðskipti hafa verið í gangi þarna inn í prís bara frá því að þau létu vita að þau hefðu opnað á laugardagsmorgni segir manni að það er þorsti í að prófa að kaupa aðeins ódýrari vörur þó að munurinn sé alltaf pínlega lítill þá er samt þetta er eitthvað sem að fólk er til í að veita þessu það aðhald sem það þarf. Kerfið er þannig að það leiðir til fákeppni. Ég nefndi Costco áðan og ég meina það var alveg örugglega þeir settust yfir það að meta það hvort það ætti að opna nýja búð í Korputorgi eða eitthvað staðar þeim stað, svona annar staðar í höfuðborginni og taka þá bara helmingi stærri markaðshlutdeild og halda áfram verðsamkeppninni en þeir tóku ákvörðun um það að þeir myndu aldrei græða meira á því þótt þeir væru með 3 búðir á lágu verði heldur en að fara og hækka upp til okrarana og moka inn peningum í Costco í Garðabæ sem mér sagt að sé tekju hæðsta búðin hlutastlega í heiminum sem Costco. Þau bara hefur aldrei opnað búð í öðru eins undralandi eins og Íslandi. Það er vonandi að prís hafi, sem er nú ekki mjög langt þaðan frá, að það hafi nú áhrif til lækkunar líka og eins og Júlían segir
þetta hefur áhrif á aðra verslanir líka, toga niður verðin. Og það sem gladdi mig mest var að sjá sko að þegar að Bónus byrjar að lækka verð þá skilar þetta sín líka út fyrir höfuðborgina sem að ég held að skipti fólki annars staðar á landinu náttúrulega mjög miklu máli. Krónan með línuna að hafa sama verð alls staðar. Já, ég hef aldrei séð merki hana en ég ætla náttúrulega að fylgjast með því líka. Það væri náttúrulega mjög leiðilegt ef að það myndi vera niðurstaðan af þessu að það væri bara Costco prís og Bónus á lægsta verði í bænum og svo á Akureyri og Egilsstöðum væru með hærra verð. Það væri hundleiðilegt og ég held að það væri til búðunum til skammar og þess vegna ætla ekki að gera það. Herru, takk fyrir að koma hingað og tala þessi stórtíðindi. Það virðist vera þessi samkeppni á Íslandi. Allavega takmörkuðu svæði. Breki og Benjamin, kærar þakkir. Takk. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komið að fréttum frá Gaza. Magastína, hvað verið að frétta? Það bara áframhaldandi árásir Ísraels á Gaza og það var frumdi til dæmis eitt fjöldamorð í skóla núna bara í fyrradag sem var notaður sem athvarf fyrir flóttafólk og það búið að koma fyrir meir en 1 milljón manns á 11% af öllu Gaza-svæðinu eða Gaza-ströndinni og eins og við vorum að tala um daginn, við vorum að tala um hversu lítið svæði þetta væri og þetta náttúrulega þetta bara eins og að reka 1 milljón manns frá einum ruslahaug yfir á annan og og á meðan svona einhvers konar svona ég veit ekki hvað ég á að segja eiginlega, þú veist þetta þing demókrata þar sem að verið að útnefna Kamala Harris sem forsetaframbjóðanda þar sem að hver svona skrúan á fætur annari stígur og stokk og þylur einhverja þulur við endalaust lófaklapp sem minnir bara á lófaklappið þarna í bandaríska þinginu þegar Netanyahu var klappaður eða mátti vart mæla fram ræðu sína. Það var 60 sinnum truflaður af stjórnlausu klappi. Já, og það svona svipað og Gaza eiginlega ekkert á dagskrá að 50 mínútna langri ræðu sem að Joe Biden sem að hefur rekið þetta þjóðarmorð flutti að á sama tíma og hann með útsendara eða leikara sem heitir Antony Blinken sem að í einhverjum meintum friðarviðræðum að þá eyðir hann held hann hafi sagt 3, kannski 4 setningar sem að snéru að Gaza eða þjáningum palestískra borgara og það einmitt snerist þjáningar palestískra borgara því að það eitthvað sem á honum þykir kannski vert að impra á svona í bláendan undir lófaklappinu meðan verið að safna atkvæðum og peningum. En demókratar þeir með því að Blinken var að segja að það var úrslita tilraun til þess að gera vopnahlé þá umverulega bara þeir svona draga fyrir flokksþingið. Þannig að á flokksþinginu þá ef þú ætlar að gagnrýna eitthvað, það gæti nú bara komið eitthvað út úr þessum viðræðum og eitthvað fleira en þeir vita svo sem að það ekkert að koma út úr þessu. Já, þau vita það alveg fyrirfram. Þannig að þeirra leið bara að reyna að koma því þannig fyrir að Gaza verði ekki umfjöllunarefni í kosningabaráttunni. Já, hins vegar og einmitt það að því ég líka tala um það áður að það eru svona
get ég aldrei meira hvað heitir það eru kjósendur sem það var bara hafa sameinist það að ætla ekki að kjósa neitt og ekki láta bjóða sér upp á þessa tvo kosti. Þess að í raun og veru þetta eins og einhver sagði það er raun og veru má segja að það sé einhvers konar keppni í gangi hjá demokratum og republikunum hvor styður Ísrael meira. Þannig að En demokratarnir þeir þurfa á fólki halda sem að gæti tekið þess afstöðu að vera heima út á Gaza. Já. Og þeirra plan að láta kosningarnar snúast eitthvað nýja byrjun og það sé gaman að fá konu, litaða konu í Hvíta húsið. Obama talaði mikið þetta í gær að þetta væri nýtt upphaf að fá litaða konu sem forseta. Það var nú ekki mikil breyting við að fá hann sjálfan. Minnist þess það voru nú ekki ófá sprengjurnar sem að hann bara ábyrgð á. Það var ekki bara 1 á 20 mínútna fresti eða eitthvað ég veit ekki, það var bara hann er náttúrulega einn mestu vonbrigði sem að maður mann eftir í bráða lengd og ég meina og samt á sama tíma þá er fjöldi lækna á þessu þingi á þessu þessu svona, hvað heitir það? Þessu flokksþingi demokrata sem að koma beinlinnis til þess að vitna hryllingin sem að þeir hafa upplifað undanfarna mánuði. Það verður ekkert að segja. Hvert þeim vísa bara í einhvern hliðarsal? Já, þeir fá kannski að tjá sig einhvers staðar í einhverjum hliðarsal og fólk setur upp eins og Kamala Harris hefur gert, hún hefur sett upp svona eitthvað sem hún kallar samúðarsvip og svo bara heldur hún áfram að dæla peningum til drápana og sláturinn þú veist þetta er þetta er á einhverju kannski skala þetta sem erfitt fyrir fólk að átta sig á en þú veist þetta eru bara börn liggjandi þú veist á jörðinni þakin blóði og þú veist engar þú veist, ekkert til þess að lækna fólk með, skilur þú veist, það eru allar lækningabyrðir eru bara, þú veist, það komast ekki inn þú veist, það er bara nýjar, þú veist, hvað heitir það svona rýmingar, tilskipanir þú veist sem að ekki hægt að hlýða vegna þess að það ekkert að fara þú veist, þjáning það eru myndir af konum sem að reyna að kveikja eld til þess að geta búið til einhvers konar súpu úr einhverju sem að þú veist, það er bara hungursneið, það er hungri beitt sem vopni þú veist, í raun og veru þetta bara, þú veist, síendurtekið og leggst ofan á þú veist, fyrri þjáningar mænusótt hefur verið greind þarna, hún er ekki greind í Palestínu í 25 ár og það var vitað fyrir töluvert lengur síðan, ég held að séu kannski svona mánuði síðan eða jafnvel 1,5 síðan að fregnir af mænusótt fór að berast og það geti verið hætta á mænusótt myndi breiðast út sem er gríðarlega alvarlegt og þá brá Ísraels stjórn á það ráð að bólusetja hermenn sína fyrir mænusótt. Almenningur í Palestínu hefur engin bóluefni og Guterres hefur hann hefur bókstaflega öskrað á vopnahlé til þess að hægt sé að bólusetja börn fyrir mænusótt og hann er ekki hlusta frekar en fyrir daginn. Svona er þetta bara og á sama tíma þú veist þetta er svo náttúrulega þetta er svo mótsagnarkennt á sama tíma skiluru er til fólk sem kallar Hamas hryðjuverka hóp skilurðu þú veist, hvar er hið eiginlega hryðjuverk í gangi? Þetta það verður að stoppa þetta hvar á fólkið að vera núna samkvæmt tilskipunum Ísraelsstjórnar? Eina borgin sem svona stendur einhvern veginn er þessi Dýrjabala og
og það á að reka fólk þá koma því öllu fyrir þar sko, skilur. Hins vegar náttúrulega samt á sama tíma búið að lýsa það hættusvæði af því þeir ætla að sprengja hana líka. Þeir ætla, þetta bara það ekkert sem stöðvar Ísrael í þessari fyrirætlan sinni að eyða gera Gaza algerlega óbyggilegt. Það ekkert sem kemur í veg fyrir það. Ríkisstjórn Ísrael bara klöppuð upp í Bandaríkjaþingi og við klöppum Bandaríkinu upp sem bara fórustu land hins frjálsa heims, eða ekki? Jú, því má ekki gleyma. Og það nákvæmlega það sem íslensk stjórnvöld gera. En að samaskapi það einmitt þannig, ástandi í heiminum einmitt þannig að almenningur hann ekki þar. Fyrir einhverjum vikum, kannski mánuðum, var ég að reyna að átta mig á svona, kom mér óvart þegar maður var að tala við fólk á Palestínu og hlusta á það og lesa að það var einhvern veginn, vonin hefur aldrei verið stærri og ég skildi þetta náttúrulega ekki, var reynd að skilja þetta. Já. Og þá það búið að ganga svo nær okkur og það búið að hörmungarnar hafa verið svo óstjórnlegar að nú ekkert eftir nema vonin og þar með hún stærri og ég bara næðis ekki, sko. Jú, það kannski mitt... En fólk segir þetta, sko. Já, og sko ég man eftir frásögnirnar palestinskra konur sem segir, sko, ef að 7. október hefði ekki gerst og það hörmungar sem að við höfum hort upp á í beinni útsendingu síðan, þá væru hörmungarnar ennþá faldar, skilur, þá væru þær ennþá þá myndum við, eins og hún orðaði það, vakna ennþá upp undir þessari viðurstyggilegu kúgun. Og láta blekkjast af því. Og láta, sko, og heimurinn... Eða sætt okkur við það með einhverjum hætti. Já, sko, en hún búið afhjúpita og þar með óvinnurinn grímulaus. Hann grímulaus, við sjáum hann, við sjáum hann að verki. Og við ætlum að berjast við hann og við munum sigran og þess vegna vonin stærri. Nákvæmlega. Já, þetta svolítið sérstakt. Þetta sérstakt og þetta sannarlega umbreytandi. Að verða vitni að þessu? Já, við verðum náttúrulega, ég hugsa sko að það sé, það með færi rauk fyrir því að sko meðvitund heimsins verður aldrei söm. Sko, ég raun og verið alveg búið að skipta svona plattform og jáfnvel þótt maður sé að vera miðaldra kona að þá sko það eina sem alveg ljóst sko fáfræðin sem maður hefur búið við allavega. Þetta var sagt á tímum Víetnamstríðsins að þá hefðu stjórnvöld mist lögmæti sitt eins og stundum sagt og þá gerist það þannig að afhjúpast fyrir svona góðsögnin segir það að séu fyrst og fremst yngri kynslóð í Bandaríkjunum sem hafi séð að það sem að stjórnvöld heldu í fram að þau stæðu fyrir væri bara kjaftaði. Þau stæðu bara fyrir grimmt ofbeldi og morð og mannfyrirlitningu og væru bara að keyra áfram hergagna iðnaðinn og munaði ekkert það að drepa 1.000.000 manns sem myrtir í gamni utanlands eins og sagt í Laxness. Og það nákvæmlega sama upp á tinningnum núna, sko bara nákvæmlega sama upp á tinningnum. Þannig að það auðvitað sko ungt fólk sem að sko sér hryllinginn sko og ætlar ekki láta bjóða sér upp á hann. Ég ferði á svona mótmæli og í svona göngur og þetta kannski leðilegt að benda þér á það, Maggastína, en þú ert ekki ung. Mér finnst þér að bara... Já, 8 mánuð. Nei, mér finnst þér að fólk bara biðjum aldrei og öllum aldrei á þessum mótmælum. Sko. Já, það náttúrulega daldið þannig, en það hefur kannski meira verið svona áberandi í Bandaríkjunum. Já, vegna þess að það sama í Víetnamstríðinu, það áberandi mótmælin á háskólalóðunum. Já, akkurat. Það sem náttúrulega fyrst og fremst ungt fólk. Og sem auðvitað ekki hér, en þess að sko háskólasamfélagi hér, ég man þegar þú tala um Víetnamstríði, að þá alltaf svona, á ég alltaf svona minningu það að foreldrar mínu töluðum sko, þau tóku mikið þátt í Víetnamstríðsmótmælum, sem þetta var mjög öflugt þar og það var einhver byltingarsinni sko, sem þau fengu hingað til þess að koma í heimsókn og inspirera
liðið sko og sko hann vildi strax náttúrulega fara bara sko í háskólan og bara þruma yfir mannskapnum. Þar var engin mannskapur og hann lýsti nú bara svoleiðis þessi maður, það verið svo sko komin í gamlan grafreit þá komin í Háskóla Íslands þessi maður og hann var eiginlega fyrir algjör áfalli. Vorið 68 náði ekki inn í háskólan fyrir en löngu setna. Nei. Það nú oft talað það hérna, kannski 68 kynslóðin erlendis kannski svona 73-4 kynslóðin á Íslandi sko. Það hefði tekið þennan tíma að svona róttæknin hafi náð tökum á íslenskum æskulið. Já, akkurat. Og það þetta bara einhver stúdía fyrir mannfræðinga að spekulera í sko þessum muni mun á milli. Það er að við búum við annars konar heim í dag að þetta ræðst ekki af skipasiglingum. Nei, akkurat sko og þú veist að þau sækja sér þetta bara, ungt fólk sækja sér bara upplýsingar. Þú veist þau vita sem að það ekkert að sko marka fjölmiðla. Þannig sækja sér bara upplýsingar og upplýsingarna koma vegna þess að fjölmiðlar eru fjölmiðlafólk, utan að koma til fjölmiðlafólk bannað. Ísrael bannar utan að koma til fjölmiðlum að vera inn á Gaza. Þannig að upplýsingar koma bara beint frá palestísku fjölmiðlafólki sem hefur verið drepið í stórum stíl. Og fólki sem að tekur bara upp á síma sinn, þetta náttúrulega. Ég að segja það sko. Þetta getur verið mikið valdatæki fyrir valdlausan almenning. Mikið valdatæki. Og er það sannarlega. Í Black Lives Matter og fleira, sem að hefur verið teknar upp myndir af lögregluofbeldi í Bandaríkjunum sem ekki sást áður. Já, og það er það sem að við fáum að sjá. Já, það er bara nákvæmlega það. Fjölmiðlunin sem komin í hendunar á almenningi sem að veldur því að það er ekki hægt að viðhalda lyginni. Íbúarnir sem taka mynda því þegar að sko líkamshlutum er safnað saman í plastpoka. Og ef við erum að líka þessu við Víetnamstríðið að í Víetnamstríðinu þá voru fjölmiðlar þá ennþá þannig að þeir höfðu getu til þess að fara til Víetnam og afhjúpa það sem var í gangi fyrir bandarísku þjóðinni en við höfum ekki þannig fjölmiðla lengur í dag. Ég sé ekki fjölmiðla neinu starfi að neinu viti hvorki í Úkraínu né á Gaza. Nei. Þannig að þetta er þó bara samskipti almennings við almenning sem að kannski bara ágætis. Og það er kannski það sem mun bjarga heiminu. Kannski. Það er vonin. Það er regla að við endum alltaf þegar eitthvað segir að berga heiminum að það er svo góður endir á viðtölu. Já. Takk hjá Kristína. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, við ætlum að halda áfram að fjalla skólamál. Í gær kom Þórdís Jóna Sigurðardóttir hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég stilti henni svolítið upp í vegg. Ég eiginlega dró fram allt það neikvæðasta sem ég hef heyrt íslenskt skólastarf síðustu áratugi. Hún fór ekki mikla vörn, hún eiginlega bara tók undir mest allt sem að ég dundraði framan í hana. Eitt af því sem við ræddum voru eineltismál og hún sagði þá lausn algjörlega óboðlega að foreldrar barna sem lögður í einelti þurfa að hrökklast milli skóla af því að barnið vandi barnsins sé ekki leystur innan skólans. Kennarar veit ég hafa sumir hverjir fylgst með þessu viðtali sem og öðrum álitaefnum sem voru nefnd í þættinum og ég fengi hérna góðan gest í þeirra hópi til þess að bregða svona við suma því sem kom fram í gær. Ragnar Þór Pétursson, kennari, velkomin til okkar. Þakka þér fyrir. Það er svo sem ekkert langt síðan þú varst hér við þetta rauða borða að ræða menntamál og mér fannst þú gera það vel. En ef við bara byrjum á þessum punkti sem ég nefndi þarna með eineltið. Hún vildi meina að það væri verið að svona, hvað maður að segja, auka bjargir skólana til þess að
taka á eineltismálum sem skildi að mér skildist einhverju leyti í tengslum við þá stofnun sem hún stýrir og hefur tekið við af menntavísindastofnun. Það líka þín upplifun? Já, sko, eineltismál eru það eru mjög kvik mál sem aukast og þetta rís og hnígur svona eftir hjartslættinum í samfélaginu og líðan og það allavega 20-25 ár síðan að íslensk skólakerfi í raun og veru sko fór markvisst að leita björgum í svona málum sem virka og þú manst nú kannski eftir aldamótin þegar að Olveus var allsráðandi og skólar tóku upp svona Olveusar áætlanir og svona þannig að og flestir skólar eru með eineltis áætlanir, þeir eru með viðbragðsferla og það í sjálfu sér ekkert sem bendir til þess að meira sé einelti á Íslandi heldur en í svona svipuðum löndum, við höfum yfirleitt mælst aðeins neðar en Noregur í tíðni eineltis. En það sem að því gær ég vil láta tala skólamál eins og þau voru að gera í gær. Já. Þetta má ekki vera of línulegt og þetta má ekki vera of snirtilegt. Já. Þetta flókin vefnaður og þú togar ekkert í spotta á einum stað og getur aðgreint hann frá hinum. Og þú þið töluðu alltaf svona veikindi kennara, kulnun og þetta álag, þetta starf væri erfitt og eineltismálin væri þung og það fyndust ekki lausnir. Og kannski ef við leitum að staðnum þar sem að þessir þræðir skerast allir þá það í því að það verður dálítið hættulegt ástand til þar sem að þú upplifir bjargarleysi gagnvart því sem að þú ert að glíma við. Já. Og erfið samskipta eða eineltismál þau leysast ekki svo greitt. Nei. Það ástæða fyrir því til dæmis í viðskiptaheiminum að það þarf bara mjög oft að segja fólki upp sem ekkert auðvelt innan einhverja grunnskóla. Nei, og við erum ekki mikið að tala það. Við vitum líka að félagsvísindastofnun mældi það. Það meira einelti í íslenskum fyrirtækjum heldur en í íslenskum skólum. Já. Og eru þó krakkarnir að læra samskipti og eru ófullkomnar samskiptaverur. Einelti í íslenskum fyrirtækjum að meðaltali 20%. Já. Og 17,1% hafa upplifað einelti bara síðustu 6 mánuði. Þannig að og skóli ætti ef allt væri eðlilegt í samfélagi þá ætti samskipta árekstrar og vandamál að vera meiri þar vegna þess að þar erum við að reyna að þjálfa krakka í að mæta mótlæti og áskorunum án þess að særa. Og við höfum farið í gegn svona bylgjur þar sem að við vöknum til meðvitundar, áttum okkur á því við höfum bara mist fólk, við höfum hort upp á fólk og opnað sig á fullorðinsaldri eins og Stefán Karl á sínum tíma sem bara lýsaði hvað þetta hafði ofboðsleg eyðileggjandi áhrif og ég get bara fullir það við hafandi verið inn í þessu kerfi með litlum hléum nánast alla mína ævi að þegar kemur að þessum málum þá staðan ekki nærri því að grimm og ljót hún var þegar ég var að byrja í skóla. Nei. Við höfðum sumir og svo heppnir að búa kannski litlum samfélögum, samrýmdum, það sem að systkiniðin og þú varst einhvern veginn tengdur öllum sem voru með þér í skóla. En ef þú varst í svona þéttbýli skóla upp úr 80-90 þá var það var ástæða fyrir því að við fórum að stað með eineltisáætlanir á Olveus. Það var einfaldlega svo að staðan var grimm og hún var ljót og börnum þá datt ekki í hug að ræða þetta heima. Nei. Eða við foreldra sína, eða við kennara, eða aðra fullorðna. Við fórum við fórum í aðgerðir, við náðum þessu niður, við vorum á fínum stað svona fyrstu 5, 6, 7 árin eftir aldamót, þá mældust við bara ótrúlega vel. En svo verður þetta að vera uppleið og að einhverju leyti vegna sem við höfum kannski aðeins sofnað á verðinum og haldið þetta væri komið eins og með bara úlingadrykkjun og reykingarnar sem einhvern veginn við náðum góðum tökum á og svo fórum við að slaka á og einhverju leyti getum við þá gefið í og bætt eitthvað. En að sömu leyti kannski kemur þetta einhverju leyti til á því að það fleiri börn sem að glíma við flóknari félagslegan og tilfinningarlegan veruleika heldur en áður og það er oft í kringum þau börn, þau eru líklegust til að vera annarkvort gerendur eða þolendur í svona málum. Og þá þurfum við nýja bjargir og það er kannski þær bjargir sem að við þurfum að fá MMS í lið með okkur við að búa til og síðan gera aðgengilegar fyrir skóla víðsvegar landi eins og því ræddu líka og var gott
litla skóla sem að hafa fáar bjargir og þurfa styrka einhverju stærra og meira. Ég spurði þeirra rögrandi spurningar hvort það væri kannski bara best að senda grunnskólana aftur heim til ríkisins. Já, þeir fóru náttúrulega frá ríkinu af því að við vorum elta Svía sem voru elta Bandaríkjamenn, þetta var bara tíska og og bak við þetta var rétt hjá Þórdísi, þetta svona ákveðin samkeppnis sjónamið og en ég meina þá skulum við bara skoða þessi ríki þegar á sinni könnu. Finnst þér heilbrigðiskerfið vera á góðum stað? Nei, en það sem er verst við heilbrigðiskerfið að stundum bætt við fé en maður sér ekki endilega úrbæturnar og mér hefur fundist umræðan grunnskólana svolítið mikið snúist peninga en það er ekki endilega alltaf það verði ekki endilega alltaf brjálæðislegar bragarbætur þótt að komi peningar. Nei, sammála því og í svona mínum bergmálshelli þar sem skólafólk að við tölum minnst peninga. Það er aðri meiri því. Já, við erum að tala um skólamál, við erum að tala um þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir núna og að því leiti þú þekkir, þú sagðir í gæra þegar í gamla daga það var að þannig að gáðasta fólki var að kenna í skólunum og svo var ef þið leitist í skóla þá var það blaðamenn. Það var dálítið þannig, þetta var fólk sem fannst dálítið til sín, hafði jafnvel hlaðið sig upp að menningarlegu auðmagni í einhverjum svona skólum sem höfðu nafn og komist í gegnum þá. Gjarnan þannig við svona hálfítanleik, vegna þess að það þótti dálítið fínna heldur en að hafa verið of auðtaminn, því að þá fórstu bara að vinna hjá sýslumanninum. Það reyndar ágætt að þú dreigir blaðamenn inn í þessu jöfnu líka. Já, vegna þess að blaðamenn og kennarar, við gegnum því lykilhlutverki að vera glugginn sem að nýjar einstaklingar horfa heiminn í gegnum. Við erum leiðira að því sem satt rétt, fagurt og gott og báðar þessar stéttir hafa glímt við nákvæmlega sömu áskoranir og það þýðir ekkert að horfa tilbaka bara í einhverjum rósuðum bjarma og sakna þess þegar blaðmenn voru kúl og kennarar voru gáfumenn. Það bara, þú getur tekið kennara frá 1970 og hann mun ekki eiga séns í starfið í dag. Það bara þannig. Við erum núna fyrst að hreins út af þingi, alla þessa þingmenn sem tók að sér að vera leiðbeinendur í 2-3 ára áður þeir fóru á meiku eða einhvers staðar annars staðar. Það litu ekki allir á það sem einhver starfsvettvang til framtíðar en það var líka fullt af fólki og þú ávarpaðir það og mér það fallegt þarna í lokin þegar þú sagðir að þú værir að byrja upp á nýtt. Þá þetta starf sem að þú bara sérð tilgang í að þú myndir vilja sinna. Já, og jafnvel þótt ég sé komin á minn aldur þá ég að velta þið fyrir mér á ég að fara í þetta. Já, skelltu þér í þetta en þetta verður ekki auðvelt en blaðamennskan heldur ekki auðvelt ef þú ætlar að gera hana vel en hún getur verið alveg skítauðvelt ef þú ert bara að copy-pasta eða eitthvað en við stöndum fram fyrir sömu áskorunum núna gagnvart unga fólkinu. Það ástæða fyrir því að þetta viðtal verður aldrei birt á prenti. Það sendt út á ljósvakanum. Það ástæða fyrir því að við þurfum að verulegar áhyggjur af því hvernig ungt fólk sækir sér þekkingu sína á upplýsingar og hvar. Krakkar í dag líta ekki á mig eða þig sem einhverja fyrirmyndir í því hvernig þú aflaðir áreiðanlegar upplýsingar heiminn. Og þeir treysta ekki kennslubók, þeir líta á kennslubækuna sem fornminjar og bókasöfn og þau líta svo á í alvöru og fyrir ári hefði þetta bara verið í grín en í dag þetta í alvöru að þeir líta svo á einhver stærsti fjársjóður þekkingarstöð af aðgangað sé TikTok. Því að þar getur raun og veru farið og lært hvernig á að spila píanó eða elda lasagna eða þú getur líka fengið einhverja vitlaus og þau gera sér bara fyrir þeim það bara ásættanlega fórnarkostnaður. Að þau þurfa að róta dálítið í ruslinu til að finna demantana en demantanir í ruslahaugnum en ekki inn á safni. Þú mátt alltaf ekki snerta þá. Þannig að við erum bara í þessari stöðu að þetta að kennarastéttin hún núna fyrst og fremst að hugsa það hvernig undirbýr það sem við erum að gera núna í skólunum. Börnin fyrir lífið eftir 25 ár þegar verður nánast orðið útilokað að gera greinarmun og lygi og sannleika og hvað það verðmætasta sem hver fær í veganesti og stundum þá verða árekstrar eða erfileikar í því að halda til haga því sem mestu skiptir og við hendum barnin út með baðvatninu vegna þess að við höfum og það eitt stærsta vandamál kennara
eru of þröng hugmynd fagmennskuna sem síðan lyft upp af svona íhaldssömu úrtölufólki sem einblínir á tiltölulega fá afmarkaða þætti. Þú sagði til dæmis í gæra þegar þú fluttir til Reykjavíkur það þurfi vilja geta fletti upp hvar var í skóla með hæstu einkunnir. Af hverju ættir að vilja senda barnið þitt í svoleiðis skóla? Viltu heiðalegt svar? Hugsaði aðeins fyrst. Við fórum held ég í sama framhaldsskólan fyrir norðan. Emma. Hefðið þú viljað senda barnið þannig að það var í örugglega myndi bara umgangast þá sem voru samnemyndið þínir sem voru með hæstu einkunnirnar? Nei. Af hverju ekki? Já, einsleitni svo sem aldrei góð, en maður vill líka einhverja svona maður vill hafa gæða gólf. Þú verri manneskja heldur en einhver sem útskrifaðist með hærra stúdentsprófið þú? Vitaskuld ekki. Það sjálfsögðu ekki og það alveg eins með þetta að nánast allur árangursmunur á íslenskum börnum skýrist af félagslegum bakgrunnsbreytum. Já. Það snýst það að ákveðnum hlutum haldið að sumum börnum en öðrum ekki. Þau mælast, það hægt að mæla þetta. Það ekki eins mikil áhersla lögð á það að mæla hjartagæsku eða sköpunargáfu eða þessa þætti sem á endanum kannski ráða meira það hvað verður úr þér heldur en lestrarhraðin. En við reynum alltaf að smætta flóknar hluti niður í auðmælda einingar að hluta til meðvitað og hluta til ómeðvitað og þeir sem gera þetta meðvitað þeir eru stundum hreinlega bara að reyna að breyta einhverju eins og menntun í samkeppnissport. Það sem þú þarft að hafa einhvern mælanlegan kvarða helst sem einfaldastan til að geta sannað og standið vel. En hættan við þetta og þetta reynsla flestra þjóða sem hafa ratað of langt inn á þennan veg að hættan við þetta svo að þú sveltir menntakerfið og námskráin þrengist og þú farir að gera hluti sem eru jafnvel í andstöðu við hvað heldur þú að mörg lesblind börn á Íslandi séu gerð fráhverf bókum með stöður í kröfu heimalestur og mælingar. Engin önnur leið? Það fullt af öðrum leiðum. Og ekki verið að brúka þér? Stundum, ég gerði það ekki sem fóreldri, ég á lesblindan son og ég féll rakleitt í þessa grefju. Minn sonur skildi ekki fá heimalestur ekki sinnt. Ég skil. Ég var búin að kenna einast í 20 ár en ég féll samt í þessa gildru. En varðandi valið á grunnskóla og þetta sem þú nefndir áðan, þetta reyndar þú komst svolítið við mig með því sem þú sagðir og þetta var gott hjá þér og þetta fínt maður sogast kannski inn í einhvern svona samanburðar markaðsheim og þyrfti að skoða málin betur en ég man að svo maður fari aftur til þessa augnabliks þegar ég flyttur á Akureyri eftir 25 ára dvöl þar fyrir 3 árum að það var ekki bara árangursmælingar og það var góðu kennarar það var líðan barnsins ég get alveg upplýst það að ég á eitt barn sem var lagt í einelti og foreldri sem hefur átt barn í grunnskóla sem lagt í einelti það náttúrulega markast af því allar götur síðan og maður í rauninni svona kannski eins og hvernig ég orða það aðstandandi alkohólista að maður svona alltaf að skima maður alltaf býnur smeykur, hræddur sko og og af því við hófum þetta spjall á umræðum einelti mætti kannski væri gott ef við vissum í hvaða skólum grasserar meira einelti en í öðrum skólum eiga börnin rétt að því eiga foreldrarnir rétt að því að hve miklu leyti eigum við að horfa á þetta með þeim augum sem að þú varst í rauninni að koma inn á Já, sko við söfnum ég veit ekki neitt skóla sem ekki safnar kerfisbundið gögnum þetta hvað sem það skólapúlsin en þau eru ekki opinber Nei, en ef þau væri opinber þá get ég eiginlega bara að lofa þér af því að við vitum að mannfólkið eru flóknar skepnur og góðar í að sópa undir teppi og það hægt að gera ýmislegt ef við ætlum að mæla einelti
að hérna með einhverjum einföldum leiðum eða eitthvað, þá er ýmislegt hægt að gera til þess í raun og veru að dansa fyrir mælana sem að tekur ekki á grunnvandanum og í raun og veru hérna íti bara til horn og sko það að hérna sko við megum aldrei lenda í því að skólar fari til dæmis að sko að því að þetta getur líka snúið í hináttina að skólar vilji ekki kenna ákveðnum börnum eða hérna vilji ekki og við tölum sko að foreldrar upplifi pressu til að barnið skipti bara skóla það er ein leið til að losna við einelti á skólanum sem er algjörlega siðlaus og er algjörlega sko að engu leiti gagnleg en vandamáli leysist við það að einhvern veginn að ýta þessu til hliðar sko ef þú ferð að kenna núna og ég skora á þig og er í fullu fjöri og hefur margt að gefa veldur er þá krefjandi og erfiðan skóla þar sem svona hluti mælast jafnvel hátt þar sem að er til staðar vandamál krefjandi vandamál, ég skil vel að maður vil ekki henda börnunum sínum inn í svoleiðis aðstæður en hérna við erum með sko í og það kerfi sem náttúrulega kannski lengst gengið í þessa átt þetta sem að Karin kallar accountability að þú sett krafin ábyrgð að sko þetta hefur leitt af sér algjörar ófreskjur það sem verið að kalla á lögregluna til að handtaka kannski niður í 10 ára gömul börn í frímínútum fyrir að skvetta safa á bekkjarsystkinin eða börn sem á einhvern hátt draga úr árangri skólans á einhverjum svona mælum, einhverjum svona mælaborði að til dæmis börn sem áttu erfitt með lestur í mörgum fylkjum að þau voru tekin úr skapandi greinum og þar sem þau voru jafnvel að blómstra og sett í auka lestraræfingar og enduðu bara sem hólar manneskjur það er ennþá heimilt að beita líkamlegum refsingum á börn í bandarískum skólum og það er gert og það er alltaf gert þannig að fullorðna manneskjan finnst að barnið verðskuldi það sem er verið að gerast það sem er að gera þetta eru mikið til hérna ákveðin fylki og það kemur engum óvart ef við myndum skoða hvaða fylki það eru og börn sem eru líklega til að vera beitt líkamlegri hörku í bandarískum skólum eru í mjög miklu leyti börn sem glíma við fatlanir sem ekki er verið að mæta eina raunverulega leiðin til að skólinn sé staður þar sem að börn blómstra er að menn hafi það að markmiði og að menn leggja á sig það sem þarf til að skapa þá menning og þann staðblæ og íslensk samfélag er ekki þannig samfélag íslensk atvinnulíf er ekki þannig samfélag íslenski fjölmiðlar eru ekki þannig samfélag íslenski samfélagsmiðlar eru ekki þannig samfélag og íslenski skólar eru því miður ekki þannig samfélag en nú stendur yfir hugmyndafræðileg togstreita innan OECD vegna þess að ríkin sem standa sér best á PISA-prófunum og eru bara dálítið svona ánægð með sig þau horfa í spegil og segja við erum samt ekkert góð í því að mæta stærstu áskorun nútímans við erum ekki góð í því að leysa umhverfisvandann við erum ekki góð í því að varðveita umræðumenninguna, við erum ekki góð og þau halda því bara fram fullum fetum að samfélag að skólakerfið og sérstaklega eins og það er mælt af PISA og eins og það er rekið í flestum löndum og líka á Íslandi er fyrst og fremst skólakerfi sem að undirbýr einstaklega fyrir þáttöku í atvinnulífi það er bara mannauðsmenntun sem að skólakerfið er svo fékkstu svona menn eins og Gylfa Þ og svona sem að töldu sko að það þyrfti alltaf að vera ber á tertunni og sko þannig að við fáum ljóðinn og tónlistina svona með í svona sem krem en tilgangu menntunar er mannauðsmenntun og þessi ríki sem standa sér best sem að hafa verið í verkefnum og í rannsóknum á þessu þau segja mannauðsmenntun hefur gengið sér til húðar hún hefur brugðist, hún hefur skilað okkur samfélagi núna og vel liðið á þessa öld samfélagi sem virðist vera fullkomlega ófært að leysa sín stærstu vandamál samfélagi sem virðist rækta vanlíðan, reiði, gremju og tortryggni og tæta sér sundur í staðin fyrir að mynda sterka heild og þau eru farin að horfa þessi fylki og UNESCO til dæmis styður þau í því að segja að við þurfum bara að róttæka stefnubreitingu í menntun og gera
blómstrun að markmiði menntunar. Já. Að þjálfa upp, og við eigum frábæran fræðimann á þessu sviði, Kristján Kristjánsson, heimspeking sem í Bretlandi, Birmingham, já, hann einn af fremstu sérfræðingum heims á þessu svið og hefur verið að vinna með OECD að þessu, að í raun og veru hver ætti að vera markmið menntunar, og þar eru hlutir sem að við könnumst við, allt þetta fólk sem hefur svona fengið sæmilega klassíska menntun, það er ekkert sem kemur okkur óvart. Þetta er mannvit, siðvit og það sem að mér finnst alltaf flott hjá Kristjáni og aðrir hafa skrifað undir áhrifum af honum meðal annars og fleirum og þetta Aristótelesi að eitt af því sem við erum ekki að veita fólki í dag og erum ekki að leggja áherslu á það að geta fallið í stafi yfir fegurð heimsins. Já, undrið. Já. Þegar þú rærið út á Mývatn til að sækja þér silung á rúgbrauðið sem að býður heima þá bara einhver þráður að titra í sálinni sem að ekkert víst að nokkuð tíman hafi markvisst verið leikið á í þinni skólagöngu eða á þínum atvinnuferli og það algjör vitleysa að ætla að bíða eftir einhverjum fyllingu þroskans með því að fara átt að sjá að maður átt að vera að spila annan lag allan tíman. En OECD íhaldsamt og OECD dálítið eins og NATO að því leyti að ein þjóð getur beitt neitunarvaldi á stefnubreitingu og menntastefnu OECD og hún birtist á hverjum tíma í PISA og þjóðir sem við myndum segja væri svona Argentína, svona þjóðir sem telja að aðrar þjóðir hafi fengið efnahagslegt forskot með bara gömlum aðferðum. Þetta eiginlega nákvæmlega eins og með olíuna og þá orkugjafa, þetta sömu rök. Þau segja við erum bara ekki tilbúin að leggja mannauðs tilgangin á hliðina í menntakerfum heimsins vegna þess að við eigum ennþá eftir að ná miklu meira út úr mannauðnum okkar. Og þá spurningi hvað gerist? Það sem fyrir að gerast að OECD fyrir að sprauta svona inn minni verkfærum og könnunum eins og sköpunargáfu könnunni og sem það hafa verið að gera á síðustu árum og svo heldur bara áfram að safnast upp þrýstingur innan þess apparats hvert skuli stefna en hvert þetta leiðir okkur veit ég ekki en ég veit hafandi þá reynslu sem ég hef bæði af skólakerfinu og að búa í íslensku samfélagi með öll sín tækifæri, alla sína fegurð og öll sín tækifæri til að lifa lífi sem virkilega þessi virði þessi lifað þá veit ég að þetta er hárrétt hjá Kristjáni og þeim sem tala að tilgangur menntunar eigi miklu meira mæli að vera blómstrun mannsins frekar en undirbúningu fyrir að verða tannhjól í stóri vél. Já. Nú, þú ert væntanlega kunnugur þessari umræðu að áherslu á dygðir sé ekki mikil. Ég held að námskrá ger ekki beint ráð fyrir mikil umræðu dygðir innan skólakerfisins, það ekki? Ekki námskráin. Það ekki námskráin sem þarfið að sakast. Námskráin þvert á móti frekar framsækin að þessu leyti. Því að námskráin og nú ég aðeins örlítið að endurtaka það sem ég talaði við Gunnar Smára en bara ég skal gera það stutt. Það eru virkilega margir sem hafa ekki séð það viðtal. Já, þá, einmitt. Og fyrir þau hafa gott að undirstrika það að námskráin sem nú gildir í íslensku skólum að stærstum hluta tilskrifuð í ráðherratíð Þorgerðar Katrínar. Í tiltölulega mikilli sátt. Það hafði verið mjög erfitt kennaraverkfall 2004 og það fossblæddi úr stéttinni í kjölfarið og það var svona menn voru með meiri alvöru í því hvernig þið töluðu menntamál þar og eftir því að menn áttu þess á því að geti brugðið til beggja vona. Við gætum alveg lent í stórkostlegu vandræðum með bara mannastörf og það síðan raungerðist. Katrín Jakobsdóttir tekur við þessari námskrá og allir þú vilt ekki vera menntamálaráðherrann sem að þitt fyrsta og stærsta verk að birta námskrá sem einhver annar ráðherra samti. Þannig að Katrín fer í það að búa til það sem kallað grunnþættir menntunar sem voru svona sérhefti sem fylgdu námskráni sem tóku með svona sjálfbærni og lýðræði og sköpun og nú skildum við ekki bara fara eftir námskráni, heldur skildum við líka alltaf þegar við færum eftir námskráni fara eftir þessum apókrýfaritum sem að þarna fylgdu með sem pólitísk arfleið Katrínar Jakobsdóttur þegar kemur að þessu.
Illugi Gunnarsson kemur síðan inn og hún líst nú ekkit vel á allt sem þarna í þessum bókum, til dæmis ekki síðuna í bókinu Sjálfbærni sem sagði að það væri betra fyrir umhverfið að laga götóta buxur en það væri betra fyrir efnahagslífið að kaupa nýjar. Þannig að Illugi tók sko í ráðuneytinu þá ákvörðun að skólar skyldu ekki meta það sem er kallað lykilhæfni, sem að einhver leyti þessi siðferðilega grundvallarhæfni sem manneskja þarf að hafa til að bera í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún skrifuð inn í námskrána, lykilhæfni. Það á að leggja áherslu á lykilhæfni. Illugi bannaði hreinlega að það væri sett á útskriftarskírteini nemenda. Og sagði, þið eruð ekki að fara að meta þetta með ABCD. Hver voru rök hans fyrir því? Það kemur ekki í skólanum við hvernig manneskja nemandinn Það hann sennilega á villigötum. Auðvitað hann á villigötum. Það sem framhaldsskólinn þarf að fá að vita hvað hann kann mikið í algebru. Og Illugi kemur auðvitað inn, búinn að vera með aðila eins og viðskiptaráð á koddanum, að hvísla í eyrað á honum og segja, nú skaltu ekki hlusta á kennara, bara passa á því, þeir eru eitrið epli. Kennarar hugsa ekki neitt nema sjálfa sig, kennarar mæti í skólan og þeir vilja allt snúast þá, kjarasamningar stýra öllu og þeir snúast alltaf hagsmuni kennaran en ekki nemendana, þessi gömlu rullur og Illugi fór inn alveg staðráðinn í að fylgja þessu eftir og hann ætlaði bara að ná stórkostlegum árangri og það ekki nóg með það að hann tók lykilhæfnin út, heldur tók hann líka námskrana og þrengdi hana niður í hvítbók, pínu lítið rit með töfra lausnin á því hvernig við ætluðum að ná hér stórkostlegum árangri í lestri árið 2018. Hann reið héruð með forstjóra Menntamálastofnunar og hitti sveitarstjórnarfólk og tók með sér Ingó Veðugvud og allir kvittuð upp á að við myndum bara gera þetta sem að Menntamálastofnun myndi hjálpa þeim að gera. Að þá hér allt í sóma 2018. 2018 voru við langt frá markmiðunum okkar en allir skólar á Íslandi höfðu farið nákvæmlega eftir öllu sem þeim var fyrirlagt. Þeir höfðu notað hraðaprófin og þeir höfðu algjörlega fyllt öllu þeir höfðu fyllt ráðleggingum og ákvörðunum Illuga eftir í einu og öllu. 2018 sagði Illugi einfaldlega, góði hluti gerast hægt, við munum sjá stórkostlega bætingu 2022 og þá fengum við hrunið. Honum verður að sjálfsögðu ekki kennt það. Það sem hefur gerst á þessum tíma einfaldlega það að málheimur íslenskra ungmenna og málheimur skólakerfisins og þar á meðal matstækjana sem eru notuð eins og PISA-prófana, þessi tveir heimar hafa hliðrast. Þeir liggja ekki lengur hvor ofan á öðrum, heldur eru byrjaðar að gliðna í sundur. Það stóra áhyggjuefnið og það verður aldrei lagað öðruvísi en svo að börnin í raun og veru rísi upp og eigni sér þennan heim með tungumálinu og öllu saman. Og ég upplifi það sem kennari og tel mér svona vera sæmilega næman á tíðarandan hjá ungu fólki að ég upplifi þetta álítið að við séum að sjá fyrstu skrefin í þá átt að það sé að snúast við. Að ungt fólk farið að hafa skoðanir á skólum, þau eru jafnvel að hafa vettvang eins og hér til að ræða það, þau þora að gagnrýna og það að geta gagnrýnt skólan sinn frábært fyrsta skref til þess að horfa gagnrýnið á samfélagið sitt en þau þurfa líka að fá tækifæri til að hafa áhrif og valdeflast, hafa meira námsitt að segja. Ungi tónlistamenn eru farnir að syngja aftur á íslensku sem þau voru hættir að gera. Það eru konið áhrifavaldar sem að gera gúrkusalat á íslensku á TikTok. Þannig að mér finnst pínulítið eins og unga kynslóðin sé aftur byrjuð að ættleiða íslenskuna og svona pínulítið horfa á okkur sem að vorkunnaraugum. Við erum fólkið einhvern veginn sem lokaðist af inn í einhverju eins og allir gera með, farið tilbaka nákvæmlega 100 ár og til Húsavíkur og farið á bókasafnið á Húsavík og reyndu að fá lána tassan apabróður af Benedikti á Auðnum og svo skaltu forða þér þegar hann langar til að kasta bókinni í hausinn á þér þess að hann hafði háleitari hugmyndir það á hverju íslenskur ungdómar ætti að næra sig heldur en tassan apabróður. En þau eru svolítið umkomulaus, þau hafa áhyggjur af börnin, af framtíðinni, þessari línulega þróun,
verist lokið að hérna kynslóður koma og hafði alltaf betra og betra heldur en næsta kynslóða undan. Þú aðeins komið inn á umhverfismálin, þarf ekki að hafa mörg orðum þá vá alla, störfunum að fækka, gervigreindin tekur sennilega slattaða djópum sem við áður nýttum mannauðinn í, sem voru búin að mennta með hérna sérstökum aðferðum sem kannski bitnaði einhverju leyti á mennskunni og geskunni og inntakinu og samhenginu og tilfinningunum og gleðinni að vera til. En ég held að það maður veit ekki alveg hvað eru skólarnir, hvað samfélagið, hvað eru heimilin, hvað tíðarandinn. Tekur ekki undir þetta því ég veit að þú ert búin að kenna lengi. Eru þau ekki ívið umkomulausari núna heldur en stundum áður? Blessuð börnin okkar. Já og nei. Þau hafa kannski einhver leyti stærri ástæðu til að hafa áhyggjur heldur en oft áður og upplifa sér þessari stöðu sem ég var að tala áðan sem þetta lærða bjargarleysi. Það ef þú ert ung manneskja á Íslandi í dag þá engin leið til að eignast húsnæði. Það engin framtíð og við vitum ekkert. En við erum með einhverja frétt í dag frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að segir að þú þurfir að hafa 1,2 eða 3 milljónir í mánaðartekjur til að ráða við greiðslubyrði lána. Svo sjá þau umhverfisvandann og það sem svíður þar ekki síst og Greta Thunberg var svo frábæri að draga fram. Það munurinn á orðum og athöfnum. Það það sem við kennum í skólum, það sem við tölum í fréttatímum og stjórnmálamenn segja og síðan þetta fullkomna athafna og aðgerðaleysi sem einhvern veginn þau upplifa. Kafkaíst og beinlínis. Nánast. Þannig að þau hafa ástæðu, það tilvistarkreppa í heiminum í dag. En Viktor Frank lýsti eins tilvistarkreppu þegar hann var að byrja geðlækningar í Austurríki á sínum tíma. Stúdentar fyrir ekkert mjög mörgum áratugum og þú ert forréttindamaður að þið leita þú náður að upplifa þegar að kjarnorku þegar kjarnorkan átti í raun og veru að höggva allar undirstöður undan orkuöflunarmódelinu í heiminum og nú eruðum við að nýta tíman sem við hefðum til að byggja allar stærstu virkjanir heims bara helst virkja hverja einustu sprænu og soga eins mikið út úr þessum auðlindum svo hægt væri áður en að þetta allt úrelt og gagslaust og þú veist hvernig því var mætt fyrir norðan, því var mætt með dínamíti og þú veist að stúdentar þeir hertóku sendiráð og þeir tóku og lögðu undir sér menntamálaráðuneytið og menn hefðu nú ekki litlar áhyggjur á ástandi heimsins 1968 þegar Sovétmenn ryðjast inn í sjálfstæð lönd og þannig að einhverju leyti á þess að vilja gera lítið úr vanda ungmenna í dag að þá hefur vandinn ítrekkað verið mikill að vera ungmenni í heiminum og maður hefur oft lent í því að alast upp á tíma þar sem að hver einasti þráður af erfðaefninu gargar á það að þetta ekki framtíðin sem ég vil og þetta ekki heimurinn sem ég vil búa í. Það sem ungt fólk vantar í dag einhver leið til útrásar, einhver leið til að upplifa að þú geti gert eitthvað í þessu. Því að leið og það kemur og þú upplifir og þú er eitthvað vald til að hafa áhrif á straum niður tímans að þá getur allavega haldið uppteknu við það. Það breytir kannski ekki stóru myndin og kannski verða allir á endanum foreldrakynslóð sín og hugsjónamennin sem ætla að búa í kommunum eru allir konum með bústað í Grímsnesinu og bylti ekki gleyfi börnin sín og það kann að vera að þetta endi allt þannig. En ungt fólk ekki gæludýr, þetta ekki kjöldurakkar, þetta eru hugsandi vitsmunaverur sem hafa vitsmunalega þarfir og ekki stóran vettvang til þess að láta þess að þarfir sína reyna og það sem mér hefur fundist til dæmis að það búið að einhver leyti snúa lýðræðin á haus með því að ungu fólki kennt á lýðræði með því að það situr í alls konar ungmennaráðum og það jafningjafræðsla og svona en að mörgu leyti snúa svoleiðis hlutir og nú ég örugglega stuð einhverja, mér alveg sama að temja bara og búa til svona þæga
þá þetta að segja bara við hlustuðum á ykkur, við bara nú hefur verið að seinka skóladeginum hjá öllum nemendum og úlingastíð í Reykjavík og ég hef aldrei séð jafn andlýðræðislegt ferli eins og það var og sem var hannað samt til að líta út fyrir að úlingarnir hefðu haft eitthvað með að segja en þeir gerðu það ekkert, þá voru stjórnmálar sem ákveðu þetta. Ákvörðun Akureyrarbæjar að banna snjallsíma í skólum, það sem að ungmennar í yfirgnæfandi meirihluta studdu ekki þá ákvörðun, valtaði yfir þá og láti sem að það hefur verið hlusta á þá. Já. Þannig að þeir þá ungt fólk í dag vantar ástæðu til meiri bjartsýni og einhverju leyti getum við auki bjartsýni og ánægja ungmenna með þessu sem við töluðum áðan sem þú upplifir þegar þú situr út á vatni með því að spila ákveðna strengi sem eru sveltir og eru í sálinni og hafa þörf fyrir að vera að spila þá og gera þau bara sáttari við Guð og menn og tilvistina að einhverju leyti gerum við þetta með því að vera með að þau finni að sér raunverulega vera að taka á málum sem til dæmis gerist ekki þegar þú ert í eineltismáli og þú endar einhvern veginn alltaf á sama stað aftur en líka hvað varðar umhverfisvána og stór og erfið mál og svo líka í því að ungt fólk á og má og þarf að vera dálítið óþægt og lesa ekki bara bækurnar sem Benedikt á Auðnum vill að þú lesir, heldur líka ruslið sem hann heldur að eyðileggja þér heilan en á endanum þá þarf líka rockið með symfóníunum. Já, sjálfsögðu, jafnvel punk. Já, og bara helst punk og búkslátt. Já, þú ert með mjög heimspekilega og mannlega nálgun á skólastarf og það er frábært. Það er mjög mikilvægt að við fáum þessi sjónarmið fram, finnst mér, sem foreldri og blaðamaður í útrýmingarhættu eins og kannski karlkennarar, ég veit það ekki. En sko, eitt af því sem við rættum í gær, það var álagið og það var kulnunin og þú rétt komst inn á það, minni mig á þann. En kennarastarfið hreinlega of erfitt til þess að nokkur sál geti sinnt því miðað við þær aðstæður sem nú eru uppi og þá er ég að vísa til þess að ein áskorun í skólastarfi hlýtur að vera að í stað einsleitni áður er komin miklu meiri fjölbreytileiki og ýmislegt í þeim dúr. Kennarastarfið er brjálæðislega erfitt. Þetta er ofboðslega erfitt starf ef þú ætlar að sinna því vel. En eins og þú sagði sjálfur í gær að því meira erfiði sem þú leggur á þig, því meira uppskerðu. Og það er það sem að ef allt er í lagi sem að gerir það verkum að það er fullkomlega óhætt og æskilegt og bara eiginlega nauðsynlegt að gera þetta ævistarfi ef maður getur. Það sem að þú nefndir áðan og ég ætla bara aðeins að spinna við þann þráð. Er foreldrahlutverkið of erfitt? Við erum öll í þeirri stöðu með okkar börn og það er vaxandi hópur í okkar samfélagi sem getur ekki hugsað sér þetta hlutverk, foreldrahlutverkið. Sumpart út af siðferðislegri ábyrgð gagnvart framtíðinni. Já, og tengist öllu sem vorum að ræða á það, en líka þessu að við vitum það að þú kemst líklega ekki í gegnum foreldrahlutverkið öðruvísi en þannig að upplifa á einhverjum tímapunkti aðstæður eða framvindu sem að reynir gríðarlega á þig og barnið þitt og barnið þín og jáfnvel alla fjölskylduna og veldur því að lífið þitt verður bara getur orðið afskaplega þungt og erfitt en það er alltaf þess virði. Já. Og það er alveg eins með kennarastarfið. Við erum að vinna með ungt fólk. Við erum að vinna með fólk sem að það sem við gerum í kennarastarfinu
getur haft áhrif á það hvernig hvaða litir verða málaðir í lífi þess einstaklings það sem eftir heldur betur og það erfitt og það þarf að vera erfitt en kulnun, við erum að tala kulnun, þá vitum við það að hún landlæg í öllum starfstéttum sem lúta að samskiptum við fólk og í mörgum tilfellum stafar hún af því að þeir ferlar eða þau úrræði eða þau faglegu viðmið sem hafa verið sett hvernig sinna skuli starfinu á endanum ekki uppbyggileg eða hjálpleg. Það gefst ekki tími til að tækla söm mál eins og á að gera. Það jafnvel ekki stuðlað að því samstarfi á milli aðila sem að þarf. Kerfur jafnvel sett upp þannig að það eru viljandi settir upp biðlistar þar sem að þú getur verið með barn í fanginu og þú ert búin að fara kannski í gegnum þá stöðu að þú ert með nemanda fyrir fram að þig sem að með alvarlega sjálfsvígshugsanir, brotið bakland og heimili, hefur kosið þig sem manneskjuna sem hann trúi fyrir þessu og leið og þú fyrir að reyna að hreyfa málinu færðu að vita að það sem býður barnsins 2 ára biðlisti einhver staðar eða mögulega einhver fyrstu viðbrögð sem aðeins neggri en síðan 2 ára biðlisti og það skapar mikinn þunga í skólastarfi að hafa enga lausnir fyrir börn sem þurfa svo sárlega á lausnum að halda. En við erum bara því miður orðið alltaf þannig samfélag að við höfum kælt hjörtu okkar og nú erum við bara komin á þann stað að stór hluti þjóðarna virðist ekki eins og depla auga þó senda eigi úr landi langveikt barn bara á næstu dögum sem bara situr núna í einhver staðar í horni og býður þessi skelfingu að vera sett upp í flugvél út í óvissuna. Þetta er ekki talað um þjóðamorðið í Palestínu. Já, og við verðum einhvern veginn búa í heimi þar sem að í nafni skynsemi eða róttækra skynsemishyggju að það þykir í lagi að slökkva bara hreinlega á siðferðiskendinni og ef þú upplifir að það sem að þér ætlað að umbera ekki hægt að umbera þá myndast togstreita í sálarlífinu sem erfitt getur reynst að leysa úr. Eitt svona veraldlegt atriði hún Þórdís ræddi könnunarpróf sem verða reglulega lögð fyrir nemendur frá með næsta skólaári og þá fáum við kannski einhver svör við spurningum sem við höfum ekki fengið svör við, ég veit það ekki en er þetta eitthvað sem breytir við vitum alveg hvað svör við fáum og í einhverju tilfellum verður þetta þannig að skólar muni þá einfaldlega að fara að dansa við mælin. Já, þú heikur það. Já, það bara, þetta er meira lögumál heldur en frambúð og eftirspurn og það er meira orsakatengst þarna heldur en á milli stýrivaxta og verðbólgu. Það er bara það er algjörlega pottþétt að þegar að búið er að gefa skólum sem eru stöðugt undir árásum, jafnvel svona heimskulegum árásum eins og frá viðskiptaráði í sumar sem hann bara tók, þeir lási ekki eins og það sem voru að gagnrýna og voru svo bara að leiðrétta sig fram eftir öllu sumri, þeir svona lásu eitt og annað. Það var rosa herferð. Já, enduðu svo því einhvern veginn að klappa sér á baki og telja þeir hafa haft þetta var bara einhver bjánalegasta upplöf sem ég hef séð og sýndi bara Þeir þurftu mokkan til þess að Já, mokkin líka já, en förum ekki þangað, því við erum að tala um mikilvægari mál heldur en viðskiptar á mokkan það er þetta eru mál sem á einhverja framtíð að ef þú gefur skólum sem sitja undir stöðum loftárásum tækifæri til þess að losna við loftárásinnar ef þau sýna fram á að nemendurnir geti X, Y og Y þá munur nemendurnir geta X, Y og Y það er ekkert flóknara en það og ef þeir geta ekki X, Y og Y þá verður bara gert eins og var gert í sumum sveitafélögum hérna á Íslandi fyrir ekkert svo löngu síðan að það vill svo til að daginn sem að prófið er tekið þá er akkurat verið að baka köku niður í skólaeldhúsi og þessi nemandi þeir eru boðnir velkomnir í það partí og þeir með bara sleppa prófinu og og svo allt í einu fyrir landið að rísa og nemandinn bara virðist allt í einu kunna rosa vel X, Y og Y og en hvað græðum við á því?
hvað græðum við á því? Það sko, þessi próf voru allan tíman hugsuð þannig að kennarar og OECD hefur bent okkur á þetta og sagt það sem vantar í íslensk skólakerfi að segjum að komi fram eitthvað nýtt, bara ný hugmyndafræði það hvernig ég kenna börnum með ólíkan tungumálabakgrunn íslensku. Segjum bara að komi app. Þá vantar það í íslensk menntakerfi að þetta sé bara prófað, það sé bara búin til tilraun og nemendur noti appið og skólar hafa engan hag af öðru en því að komast að hvort appið virkar. Þeir eru ekki að selja appið, þeir eru ekki að vinna fyrir þá sem framleiða appið, þeir vilja bara vita hvort það virkar. Þá vantar til mælitæki og verkfæri sem hægt að beita á fjölbreyttar útfærslur og skólastarfi til þess að sjá hvað virkar og hvað ekki. Og það var það sem átti að smíða. Hlut af þessum verkfærum sem yrði þarna í verkfærakistunni áttu jafnvel að vera mjög sérhæfð og snúast jafnvel bara arabískmælandi börn eða börn sem koma frá stríðsvæðum eða gat verið hvað sem En önnur áttu að vera almenn sem áttu bara að vera svona eðlilegar skimanir. Og þegar kennara væri farnir að nota þessi verkfæri í jöfnum höndum til að sjá hvað skilar árangri, hvað ekki, þeir prófa aðra hluti, þeir eru vanir í kennslunni, þeir spreyta uppröðin í stofunni, þeir kynjaskipta, þeir aldursblanda, að með þessu hætti getur búið til lifandi samfélag sem byggi við þau forréttindi að hafa stofnun við bakið á sér sem sérfræðingar í mælingum, sérfræðingum í að meta árangur á skólastarfi sem að reiddi fram það sem kennarinn á ekki þurfa að spinna á staðnum. Þetta var hugmyndafræðin á bakvið matsferilinn og þessi nýtt hlutverk MMS. Nú hættan auðvitað svo að þetta verði aldrei að neinu, heldur verði þetta bara örfá tæki sem mæla bara hvað lemandi les hratt eða hvað hann góður í að túlka ljóð eða hvað hann góður í einhverju mjög svona sérhæfðu sviði og svo verður bara MMS svelt þannig að það búi ekki til neitt meira vegna þess að sú saga jafn gömul skólakerfinu að þegar almenningsfræðslu komið á Íslandi á sín tíma þá missir Guðmundur Finnbogason sem eiginlega páfi íslenska menntakerfisins ótrúlega framsýtt skólamaður hann missti starfið við háskólan vegna þess að Jón Þorláksson sem þá var ekki orðin umsvifamikill stjórnmálamaður en var orðin stór kall í samfélaginu þeir höfðu bara grundvallar ágreiningu það hvað kæmi skólanum við. Hvað ár var þetta? Þetta sko bara fyrir 100 árum pluss þetta bara þegar verið að koma hér upp menntakerfi þá segir Guðmundur Finnbogason strax tilgangur skóla að göfga mannin tilgangur skóla að barn sem að býr niður í bótinni í kofa kynnist samt Da Vinci eða Strauss á meðan að Jón Þorláksson segir nei, barnið þarf að geta reiknað og það þarf að geta lesið til að geta gert skýrslur fyrir fyrirtæki sem það fyrir að vinna hjá og við eigum ekki að vera að sletta okkur fram í uppeldisatriði foreldra heldur láta okkur það nægja. Báðir hafa rétt fyrir sér að einhverju marki. Já, nema annar hefur miklu meira rétt fyrir sér og það Guðmundur Finnbogason. Einmitt. Því að það kemur samfélaginu við hvort að þó það væri ekki annað en það og það upphafspunkturinn og hann svo mikilvægur þó það sé ekki annað en það að barnið þitt þessi 10 ár sem það neitt til að vera í skóla tilheyri sæmilega mannvinsamlegu samfélagi á meðan þá verða skólar að hafa það að markmiði að draga fram það besta í mannssálinni frekar heldur en að breyta þér í einhvern mannlegan reiknistokk vegna þess að nú á tíminn gervigreindar ef við ætlum að halda áfram að þjálfa fólki í því að gera hluti sem gervigreindi gerir betur, hraðar og ódýrar þá erum við að dæma næstu kynslóð til einhverjar svívirðilegustu eyðimerkurgöngu sem að við höfum séð og við höfum aldrei séð í sögu íslenska lýðveldisins og varla það og við skulum ekki gleyma því að stöðnunar samfélag geta staðnað og þau geta mist í raun og veru fótana og það að gerast í Suður Kóreu, það búið að gerast í Japan það að gerast allan heim að lönd sem að jafnvel eru með háar einkunnir á prófum og standa sig vel í PISA að framtíðar möguleikar þessar ríkja eru að hrynja
Suður Kórea hefur alltaf staðið sér vel í PISA, er alveg á toppnum þar, en eitt af því sem að Kristján, einn af nemyndum hans, ég held að vera doktorsnemi, athugaði að þegar þú lyftir upp húddinu í suður kóreska skólakerfinu, þá blasir við þessu brjálæðislega ofbeldismenning og hryllingur. Sem útskýrir sjónvarpsefnið sem það er ekki skrítið að þeir séu á þeirri leið sem þeir eru. Já. En hvað með Japan? Japan er bara stöðnunarsamfélag, það er sama þar. Í Japan Japan ætti að vera varnaðarorð fyrir okkur það þegar að því áðan tölum við kennarann sem upplifir hans í bjargarlaus og get ekki gert neitt og fer jafnvel og brennur út. Þegar ung manneskja lendir í þessu, hún upplifir ekki, hún hafi ekki hlutverk eða tilgang í samfélaginu og í Japan er ofboðsleg krafa á mannauðsmenntunina. Og þú verður að koma þér inn í fyrirtæki og gera þar gagn og fara þar inn í valda píramítan og vinna þig hægt og rólega upp hann og það allt saman. Að það er stór hópur af japansku nemyndum sem í áratugi hafa sprungið á limminu og gefist upp. Og þeir fara ekki á mokka og gerast skáld og búa til nýja hillu því að japanska samfélagið er ekkert mikið fyrir nýjar hillur. Það er samfélag sem er formfast utan það að vera samfélag sem er hannað utan fyrirtækjarekstur og ákveðan svona samfélagsgerð og nú er að finnast í Japan, það er að deyja fólk á tíræðisaldri og þegar farið inn að kíkja á íbúðina þá finnur 60 karlmann í einu herbygginu sem er búin að búa þar alltaf því að þegar hann var 18 ára og það gafst hann upp. Og hann lifir á heimsendum mat og spila tölvuleiki og les teiknimyndasögur. Og ef við ætlum ekki að láta það vera veruleika stærri hóps en þegar er orðið, og það er því miður að vera til svona hópur á Íslandi, að það sé einhvern veginn bara leið í lífun að gefast upp gagnvart í. Ungir kallmenn. Já, þetta er að gerast vegna þess að samfélagið okkar er að greina sig stöðugt skýrar í ólíka hópa þeirra sem hafa og hafa ekki. Og ef skömm þeirra á þeim sjálfum fer á alverstu brautir, þá er stutt í ofbeldið og þeir verði samfélagi sínu hættulegir og þeim sjálfum hættulegir. Þannig að það er varla kjaftur inn á Litlahrauni sem að ekki gekk í gegnum skólakerfið með miklum áföllum og erfiðleikum og náðist ekki að grípa. Hugmyndir okkar sæmd, árangur, tilgang, þær eru, maður sá það í gær þegar tekjublaðið kom út og það voru allir að skoða hvað þessi hefði tekjur og manngildin voru mæld í mánaðar og árstekjum. Það eru degi eins og í gær sem maður skilur hvað okkur hefur borið mikið að leið. Sjálfur hef ég notið þess að stundum hef ég búið við góðkjör. Ég hef átt rosalega flott einbýlishús fyrir norðan og verið í fínum álnum, hamingjustigið ekkert meira, að vera ríkur innan í sér eða eiga peninga er sáralítil fylgni á milli. Við vitum að við þurfum að eiga nóg, en þessi umræða og þessi viðmið, það er eflaust mjög mikið við okkur fjölmiðla að sakast, ég vænti þess, en sem sagt skilaboðin sem við gefum krökkum í skólanum, ungu fólki á hverjum degi, þau eru náttúrulega þannig að það er ekki skrítið að þau fái svona snert af Japans veikinni, að ef þau ekki meiki það einhvern veginn veraldlega og verði eins og fyrirmyndir þeirra á samfélagsmiðlunum, þá séu þau bara lúserar. Ungir kallmenn hafa alltaf átt færibandsleið inn í íslenskt samfélag. Við erum samfélag sem fyrir örfáum árum, þegar ég satt í þjóðarsráði, fékk ég gögn og það er ekki langt síðan, að hvergi voru iðnaðarmenn betur launaðir heldur en á Íslandi. Þeir voru hópur sem hafði mjög sterka efnahagslega stöðu. Strákarnir sem voru óþægir í skólanum og hættu í 8., 9. og 10. bekk, þeir fóru inn á bryggju og þeir fengu vinnu. Þetta hefur verið samfélag sem að í áratugum saman hefur verið öryggisnet fyrir unga karla og hefur þá kannski hjálpað mönnum
svona óþægu akademikonunum sem urðu síðan blaðamenn, það hefur hjálpað þeim dálítið að vera svona hugrakkir að vita að það beið vinna. Þó var ekki hálauna vinna, þá beið vinna. Þú áttir öryggisnet og þú hafðir þar alveg nægt tækifæri til að eiga plan B ef plan A bilaði og auðvitað auðgaði þetta samfélag okkar stórkostlega að mörgu leyti vegna þess að þarna fáum við nýsköpunina, þarna fáum við góðu skáldin okkar, þarna fáum við þetta fólki sem bjargar íslenskunni frá því að deyja bara á þeim tíma og endurskaparana sem tungumál sem hægt var að nota til að tjá það sem fólk var að hugsa á þessum tíma og þannig að karlar hafa alltaf haft þetta svona færiband nú það ekki lengur til staðar því að við búðum í alþjóðlegu umhverfi og 16 ára strákar sem mæta illa í skólan þeir gangi ekki fyrir í vinnu frá bara rútufyllum sem koma erlendis frá af miklu hæfara, duglegara og öflugara verkafólki heldur en þeim þannig að við erum búin að loka fyrir þá smugu og þá erum við í þeirri stöðu að tímabundið mögulega þurfa þá ungmenn að finna nýja leið og sérstaklega ungi kallmenn þeir eru þetta barma sér mikið og sjá ekki að systur þeirra og frængur og mæður jafnvel þær eru búin að vera að gera þetta í áratugi þær bjuggu í öllum þessum sjávarþorpum þar sem að hægt og rólega þær áttu þess að því að þær áttu enga framtíð þær fluttu burtu frá þessum plássum fóru á mölina og byrjuðu að mennta sig og fóru að reyna að leita einhverja leiða en íslenskt samfélag alveg frá tíma Jóns Þorlákssonar þannig að það bara mjög margir í þessu samfélagi sem líta svo á að ef hægt að græða peninga án menntunar þá menntun kannski ekki eitthvað sem þú vilt leggja mikla áherslu á og þessar konur hafa reynt það á eigin skinni að leiðin til þess að móta sína framtíð á Íslandi í gegnum menntun hún vörðu stórgrýti samanber það hvernig þessar stéttir eru sko þessi nánast sko sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á menntamálum innan gæsalappa því þetta var engin menntamála umræða þessi nánast sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á þessum tíma helgaðist að auðvitað einhver leita því að það var ekkert ljóst hvort að skólarnir myndu byrja yfir leitt vegna þess að það eru búin að lausa kjarasamningar allra kennarastétta og það ennþá í tísku hjá sumum fjölmiðlum í nánast sko sitt gæsalappir en það nánast í tísku að beita fjölmiðlum til að berja á fólki til þess að það fari ekki að tilla sér mikið upp á tærnar og skuli bara átta sig á því að það skuli bara vera ánægt með það sem það hafi því að það sé ömurlegt og ómögulegt og ótækt og það í tísku gagnvart menntakerfinu og svo endurtekur sig sama umræðan á 5 til 8 ára fresti og fólk uppgötur allt upp á nýtt því það búið að gleyma öllu og sko stóra PISA-prófið sem við föllum alltaf á hvað PISA-umræðan grunn og hvað hún einsleit og hvað hún árangurslítil en þess að við erum í sannleika sagt bara alls ekki nógu vel menntuð þjóð alveg frá grunnskóla en upp í gegnum allt tréverkið og sem kannski sést best á þessu sem átt að heita skólamála umfjöllun í sumar en var bara lítið duldar árásir ákveðin að afla sem eru að reyna að tryggja einhverja stöðu, einhverju áróðustrið við kennara af öllu fólki. Já, það líka eru peningar þarna úti, það eftir peningum að slægjast með tilfærslum frá kerfum að þú getur fært frá hennu opinbera yfir í engarekstur og ætli það sínu ekki líka einhver hluti af þessu erindi. Þetta alslem. Þetta alslem. Ragnar, það búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig og það sem svo skemmtilegt við starfið mitt að stundum verða viðtöl eins og þetta þau fara á allt aðra brautir en maður sá fyrir og það búið að vera mjög gaman að hlusta á þig og fræðast með þér en hvert þitt Mývatn af því að þú dróst svona minn töfra heim þar sem ég næ að slaka á og fegurðina sem ég sé í íslenskri náttúru og heimaslóðunum hvar átt þú þér þitt Mývatn? Ég svo heppinn að vera Akureyringur sem flutti á Suðurnes þegar ég var á viðkvæðum aldri
var 11 ára þegar fjölskyldan tekur sig upp í leita betri vinnu, ástand á Akureyri og ég ætlaði ekki með. Ég var búin að ákveða það og lét vita að ég færi bara heim til ömmu og afa og ég var harðsvíraður svona Akureyrar hrókagikkur 11 ára gamall. Okay. Ég flytt á Flatneskjuna á Suðurnesjum og mér finnst börnin tala eins og viðrinni og viti ekki neitt og áttaði mig á því að að þegar ég fyrir síðan aftur tilbaka í menntaskólan fyrir norðan að þessi reynsla hafði gert það að verkum að ég fór mjög fljótt að finna að sjóndeildarhringur minn, þessi andlegi sjóndeildarhringur minn, hann hafði stækkað við Flatneskjuna og hann var minni ofan í firði með Vaðlaheiðina sem hindrun og ég átti ömmu á Akureyri sem að vann á sambýli með fötluðum og hún hélt að mér bæði myndlist og því að ég umgengist fatlað fólk og á fatlaðan frænda ofvita fyrir norðan sem að er eina af mínu stærstu fyrirmyndum. Allt þetta hefur leitt til þess að ég veit að í menntaskólanum og víðar að sko maður öfunda alltaf pínulítið þessa þingeyinga sem voru svo yfirmáta stoltir á sínum hól og og þekktu alla fugla og voru svona sko í raun og veru sko geymdu ennþá svona pínu neista af gamla kaupfélagsandanum sem var samt augljóslega pínulítið svona daufur og þeir fannst þeir ekki alveg standa undir öllu. En ég er svo heppinn að þessi reynsla hafa ekki bara alist upp á einum bletti. Hefur gert það að verkum að ég er alveg afskaplega hrifnæmur og við tölum á hvað starfið mitt var erfitt. Það gerist í hverju einustu viku að ég fell í stafi yfir snildinni sem að á sér stað í hausnum á ungu fólki þegar að fær tækifæri til að eiga spjall eins og við erum búin að eiga. Og þú nærð einhvern veginn að fara úr skipta þessum sjónarhorn á hlutina og leyfa bara sköpunarmættinum og hugsuninni að flæða og mitt Mývatn er á gólfinu í kennslustofunni og fylgi með hvers sem ég fer og ég get heimsótt mörgu sinnum í viku en aldrei eins. Þvílík lokaorð, ekki segja neitt meira. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Já, og þáttunni verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld en hér verður endurtekið efni sýnt nú þegar við förum úr loftinu þetta ágæta kvöld. Ég vil einnig nota tækifærið og minna á vikuskammtinn á morgun sem verður í beinni útsendingu klukkan 16. Þar koma skemmtilegir gestir og ræða fréttir vikunar og tíðaranda og sitt hvað fleira skemmtilegt. Og helgarspjallið hjá Gunnari Smára verður á sínum stað á laugardagsmorgun. Ekki missa því. Verið sæl. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, okkur langar til að halda áfram að tala um Gaza, en er það kannski þeir atburðir á jörðinni sem eru hryllilegastir og ágengastir og mikilvægast að við finnum einhverja leið til að bregðast við og hingað komin Fida Abu Libde sem er orku umhverfistæknifræðingur á frumkvöðul og frá Palestínu, það ekki? Jú. Þú ert Íslendingur og Palestínumæður eða hvernig myndur þú segja það ef ég myndir spyrja það? Ég er Íslendingur og Palestínumæður, bæði. Já. Heyrðu, ég veit ekki hvað er það að spyrja sko, þú fylgist með hvað er að gerast? Jú, ég fylgist með. Og það er erfitt? Mjög erfitt. Ég bara passa mig á því stundum að taka pásur á milli. Já. Það er mjög erfitt að fylgjast með, það er mjög erfitt að ræða þetta, það er mjög erfitt að tala við fólki úti. Og það er náttúrulega hryllilegir atburðir að gerast. En svo er það líka þannig að það er eiginlega ekkert, það er engin leið út einhvern veginn. Er það ekki líka eins og það sé bara
bara endurtekin hryllilegu dagur aftur og aftur. Ég veit alveg að við upplifum þetta þannig, Já. En þegar ég tala við fólki úti og þeir segja frelsi svo nálagt, við finnum það. Og hvernig finna það? Þeir bara hafa aldrei, ástandi hefur aldrei verið svona slæmt og svona barátta palestínumanna hafa aldrei náð svona langt. Þannig þeim finnst eitthvað öðruvísi við þetta og þetta, þeim finnst að einhvern veginn upplifa, það verður endi að þessu. Það getur ekki haldið áfram svona. Það getur ekki haldið áfram svona. Og það getur ekki versnað. Og getur ekki verið tilbaka. Þetta hlýtur að skána. Þannig ég veit alveg, hvað er þetta að meina og hvernig ég upplifa þetta er hræðilegt og ég sé ekki neina byrtu og bara þetta er búið. En þegar ég upplifa þetta öðruvísi sem betur fyrr. Og þess vegna hafa þessi ennþá baráttan og ennþá að lífi og ennþá að berjast. Þau eru ekki gefast upp. Nei. Stundum er þannig þegar fólk í einhverjum bara stórkostlugu vanda að þá verður oft svona vongott. Ég manna þegar ég var lítill þá sá ég svona teikningu í Mogganum. Það var svona manni sem var bara einhvers staðar út á Kyrrahafinu og það var svona reykur við sjóndeildarhringinn eins og var í skemmtiferðarskip og hann vinkaði sem náttúrulega ekki fræðilegu möguleiki að þau sjá hann. Heldur það getur verið þannig að þegar þú ert í bara stórkostlegum vandræðum að þá getur þú kannski hort á uppreist stúdenta í Bandaríkjunum og sagt, nú er þetta að koma, nú er þetta að koma. Þetta er þannig. Já. Þegar þú sér það, ég fer frá Palestínu 95 og síðan þá hefur ástandi versna og sérstaklega Vesturbakkanum Gaza, Oslo samningar, fríðarsamningar voru rétt að byrja þegar ég fer frá Palestínu, þannig ég upplifði aldrei þessi fríður sjálfstæði palestínumanna í Gaza og Vesturbakka. En svo fer ég aftur í heimsókn 2004, allt annað landslag. Hvernig þá? Bara fólk voru uppgefin, af því þessi samningur var ekki alvöru, þetta var bara gaf Ísraelsmennum meira tæki á palestínumanna og þau voru uppgefin og þau voru bara að hlúta þessum lög þrátt fyrir þessi frelsi. Eina munurinn sem varð að sumir okkar palestínumanna fengu að sækja palestínsku ríkisborgararétt. Það er eina. Skiptir engin máli hverju þú varst að kjósa, hvort þú borgaði skatta ekki, þú fékkst engin þjónusta, engin réttindi, þú fékkst bara þetta passa sem þú gæðst ekki einu sinni ferðast annars samþykki Ísraelsmanna. Það var einhvern veginn heimurinn byrja að horfa öðruvísi á Palestínumenna og meðal annars Ísland. Við viðurkennum Palestínu, en hvað vorum við að viðurkenna? Að þau eru með vegabréf, engin réttindi, engin, tekjur, engin frelsi, ekki neitt, engin lýðræði. Hvað erum við að viðurkenna? En svona vesturræna heimurinn byrja að horfa öðruvísi á Palestínumanna eftir þetta að þau eru með palestinska ríki sem var bara falskt. Við Íslendingar höfum viðurkennt Palestínu en síðan er innrás inn á Gaza, inn í Palestínu. En það er bara íslensk stjórnvöld bara að blessa það. Þannig það er mjög, ég er ekkert að fara að tala tölur, ég er ekkert að fara að tala hversu mörg börn eða konur eða ástand í Gaza að þau lifa ekki hjálp og bara stanslösa árásir, ég er ekkert að fara að ræða tölfræðin eða hvað er að gerast. En fyrir okkur, stuðningsmenn Palestínu Íslandinga, sem eru stuðningsmenn Palestínu hérna á Íslandi og erum bara þreytt á því að ekki geta sinnt Palestínumanna samstöðu almennlega og því við erum að berjast við að segja við ríkisstjórnin hvað er að gera? Taki afstöðu. Taki Tyrkland og Kólumbíu til fyrirmyndar. Akkur þurfum við í staðan fyrir að vera að safna orkan okkar að sína palestínumanna samstöðu að hjálpa þeim í allt sem er að gerast þar. Við erum að eyða orkan okkar í að fara fyrir utan Alþingi hverju einasta helgi og segja hvað eru þið að gera? Akkur er ekki að fordæma þetta? Og ég spyrja, akkur heldur það sé? Það er nefnilega einhverja hagsmuna að gæti hérna. Ég ætla ekki að þykjast að vera eitthvað, vita allt pólitík og hvernig þið eru að hugsa þetta, en ég veit það minnstar einhverja hagsmuna að gæta. Þetta er ránt, það vita allir þessu ránt. Þegar þú talar við hvaða flokk sem hvaða stjórnmálum er bara í eigin tali, á þess að vera með fjölmiðla í kring eða einhverja yfirlýsinga, þá segjar þetta er ránt og þetta er ógeðslegt sem er að gerast
og Ísland ætti að taka afstöðu. Það kemur líka fram í skoðanakönnunum að þetta sé afstaða mikils meirihluta íslensku þjóðarinnar. Það er. Stendur með Palestínumenn. Og meðal annars stjórnmálamanna. Og þau þóra ekki að segja þetta, því þau þóra ekki að gera neitt. En af hverju er það hlýðni við Bandaríkin? Það er ekki það eins og Ísrael hafi eitthvað svona stórkostlega hagsmuni á Íslandi? Nei, það er Bandaríkin. Við getum ekki sett okkur upp á móti neinu sem að Bandaríkin ákveða að gera. Nei. Ég var svo hnykslat að við þurftum eitthvað að ræða hvort við ættum að fordæma árásir. Ætti Ísland að setja hjá Sameinuðu þjóðanna eða kjósa með á móti. Er það eitthvað til að ræða? Þetta er ekki Ísland sem ég þekki og ekki Ísland sem ég... Ekki sem að Ísland sem að þú lifir í. Nei. Það er ekki fyrir að kemur á stjórnvöldum. Stjórnvöld gera eitthvað allt annað heldur en að þú upplifir að mikill meirihluti íslensku þjóðarinnar vill og meiri segja fólki sem er hluti af stjórnvöldum. Þannig að við erum först einhvern veginn í þessu að þurfa að beygja okkur undir Bandaríkin. Ég las einhvern veginn, ég held að var hjá Elisabeth, leikstjórinn. Hún sagði, sagði bara svona Facebook-færsla og segir hvað skuldum við Bandaríkin að við þurfum að greiða fyrir það með blóð barnanna. Einhvern veginn svoleiðis orða hún það. Þannig hvaða plánið erum við komin, hversu lágt erum við komin að við erum ekkert að segja þegar eitthvað er ránt að gerast, að það sé ránt. Hvað skuldum við svona mikið? Hvað fær okkur til að gera þetta? En þegar þú stendur frammi fyrir þjóðamorði og þú bregst ekki við og gerir ekkert, þá ert að styðja þjóðamorðið. Já. Og það er raunverulega það sem íslensk stjórnvöld er að gera. Já. Ég meina verðum við alveg svo, enga stund, við, ríkisstjórnin, enga stund að koma með yfirlýsingar fordæma það sem Hamas er að gera og það sem gerir 7. október og það sem Rússar að gera í Úkraínu og allt það, en við þurfum að hugsa og bíða eftir nýjustu rannsóknir til þess að fordæma það sem Ísrael er að gera. En Alþjóðadómstóllinn, hann úrskurðaði að það væri líkur á því að þarna væru þjóðamorð í gangi. Það var fyrir 12 verið síðan. Ég held að líkurinn hafi bara aukist. Því að núna er bara verið að svelta fólk í ofanálag. Sem þetta er ástandið hefur versnað. Já. Og niðurstaðan var það að það yrði að stoppa átökin og það yrði að koma fólkjum til hjálpar. En íslensk stjórnvöld virðast ekki hafa þessa línu þótt að Alþjóðadómstóllinn sem er hluti af bara formlega, fjölþjóðlega vettvangi komist þessar niðurstöðu sem er að sama stefna og krafa og mótmælendur á Íslandi eru með. En stjórnvöldin eru einhvern veginn ekki á þeirri línu. Nei. Þetta er alveg, ég veit ekki hvað hagsmunir, eins og ég segi, ég skil þetta ekki. Hvað fær maður, þú veist, ef þú sér við erum öll að horfa á þetta, við veitum öll hvað er að gerast, við þurfum ekki að ræða þetta, ég þarf, eins og ég segi, ég þarf ekki að segja tölur en eitt, þú veist, 9 ára barnið mitt veit hvað er að gerast þar, það er bara hver erum við sem manneskur og hvað fær okkur til þess að horfa fram hjá svona hryllingur, annarkvort eftir að segja við sjálfan með mér kemur þetta ekkert við, þú getur ekki sannfært sjálfan þig að þetta er ekki að gerast. Þetta er að gerast. Nei, þetta er að gerast. Þannig, ég skil þetta ekki alveg. Ég myndi aldrei vera sá ránt og þú veist, þetta er bara samfélagsábyrgðin okkar, skylda okkar að segja nei þegar eitthvað ránt að gerast, að tilkynna það. Ég veit ekki. Stjórnvöld, meðan hans Bjarni Benediktsson sem var utanríkisráðherra og nú voruð forsætisráðherra, hann svona rakirti mótmálastöðuna á Austurvelli, eins og að það fólk væri að eyðileggja Austurvöll með kröfum sínum að sínu fólki yrði komið til bjargar. Systir Falestín, hún kom í Kastljós í október og hún fekk aldrei að kenna á því með því að tala frelsisbaráttu Palestínumanna. Þannig að það er líka að þau sem að taka upp og sérstaklega þið sem að eru frá Palestínu, þið fáið að heyra. Ég get tekið þátt í mótmálum og öðru slíku og fæ ekki fólk getur hæðst að mér eða eitthvað svoleiðis, en þegar snýrað ykkur sem að eru frá Palestínu, að þá fáið þið svolítið svona eins og að ykkar kröfur eigi ekki heima í okkar samfélagi. Já. Sem er
þú veist, ég veit ekki hvernig, þetta eru okkar samfélagi líka, við Palestínumenn sem búum á Íslandi höfum lagt mikið til Íslands og okkar samfélagi og við horfum ekki öðruvísi á sjálfan okkar nema við eigum annað uppruna, að vera mismunna okkur, að vera með áráður á samfélagsmiðlum og við fréttunum og segja ranga fréttir og halda áfram að orðanotkun og búa til þessi áráðu að, þú veist, eins og við einmitt höfum ekki rétt á okkar skoðanir, okkar lýðræðislega tjáningu, rétt, að við höfum ekki rétt á því að því uppruna okkar í öðruvísi óháð því hvaða skoðanir mínur eru, ég hef alveg rétt á þeim og þú veist, en þegar einhver fólk, þú veist, svona í völd, í valdastólnum og eiga ágætis fylgi 20-30% þjóðunar að fylgjast með þeim og hlusta á þeim og orðanotkun og áráðu og stundum alveg rasískar yfirlýsingar gagnvart ákveðin hópa fólki eru ekki þá að réttum stað. Svona fólk eru ekki fulltrúa okkar Íslendinga. En áráðurinn á heimsvísu svolítið það að palestínumenn séu, það vera afmennska palestínumenn. Það að gera það. Og umræðan gyðingahatri og það sem fólk að tala við vorum að tala þetta samfélag palestínumenn að við vissum ekki að það var til fyrir að koma til Íslands. Við höfum alltaf við höfum ekkert á móti gyðingum sem trúarbrögð eða kristintrú þú veist, við höfum alltaf búið saman, besta vinkona mömmu mína gyðingur, bjó í næsta húsi, það hefur aldrei verið við höfum aldrei haft nýtt á móti gyðingum, við höfum eitthvað á móti sjónistar og Ísraels En kynþáttafordómar eru sterkt afl og það eru dæmi það að það sem að kannski allt hefur virkað í lagi að vinkona mömmuðinnar hafi verið gyðingur og mamma þín muslimi. En svo gerist eitthvað í átökum samfélaginu og allt í einu bara rifnar á milli og þetta verður raunverulegt að við talaðum þetta hvað gerist í Bosníu þegar átöki voru þar, þá allt í einu bara einn daginn skiptu trúarbrögð öllu máli. Það hefði engum máli skipt áður, allt í einu skiptu öllu máli. Já, en í þessu samhengi þau bara skipta ekki máli. Ég veit alveg að það að reyna að búa til þessi hattur. Það eru fleiri gyðingar að mótmæla fyrir utan Columbia University en annað fólk og segja, ég palestínumaður, ég gyðingur og ég stend við Palestínu. Það vinst inn í Ísrael, það er mótmælur daglega og segja bara ceasefire, stop genocide, þú veist, þetta snýst ekki trúarbrögð og hefur aldrei snúist það í Palestínu. Ég veit ekki hvort þessi, þú veist, fyrir fólk sem hafa aldrei kannski farið til Palestínu, skilja að, þú veist, ég var í skóla þar sem var blandað öll trúarbrögð, við komum frí á föstudögum, á laugardögum, á sunnudögum, AFI til að virða trúarbrögð, við lærðum með öllum trúarbrögð. Við höfum alltaf búið saman. Þegar ég fer til Palestínu var síðast 2023. Ég fer í Fæðingakirkju Jesú, ég fer í Al-Quds moska. Það hefur aldrei verið neitt issue og við höfum alltaf, og ég veit að það er reyna að búa til. Þannig þetta átökum land og landrán. Bara réttum að vera til. Aðskilnaðarstefnu, þjóðamorð, þetta snýst ekki trúarbrögð. Hefur aldrei gert það og við sáum það í Bandaríkjunum hver eru með hæsta rettir hérna fólk sem En í íslensku umræðu það var í þinginu að þá voru þingmenn upp í pontu að tala atburðina í byrjun október og voru að lýsa því að þar hefði vanfærum konum verið ristar upp á kviðnum og börnin tekin út og börn setti á grill og þar fundi göttunum. Þetta var sagt í þinginu. Ég veit hvað þetta vitna í, hvað þingmaður. Já, þetta held ég að sé öllum ljóst að eru skröksugur. Það Þetta er ekkert verið leiðrétt eða neitt. Nei, og að við erum að nýta bara Alþingishús Íslendinga fyrir svona áróðu og ekkert leiðrétt og ekkert gert neitt í því, bara, ég veit ekki hvert við erum að fara með þetta, En ég ákvað þetta byrjaði, þú veist, og umræðan var alveg 7. október og umræðan alveg bara, nei, þetta byrjaði aðeins fyrir, aðeins eftir, ég ætla bara, eins og maður segir, choose my battle. Ef þú ert svona ignorant, þú ert bara, þú veist, svona, veist ekkert sögu, veist ekki sögu Miðausturlanda, Palestínumanna,
ég ætla að trúa því að þetta byrja allt 7. október þrátt fyrir saga mannkyns og hvenar að byrja og hvenar Palestína var stofna, Ísrael var stofna 1948 áður, var ekki til. Ef ég ætla að trúa þetta, ég ætla ekki eða orkan í þér. Þú veist, ég ákvaða það. Já. Ég ekkert að leiðrétta svona fólk sem bara, ég veit ekki, hvort ég vita að þau eru svona heimsk og að búa til áráðu eða vita það ekki. En það þeirra heimaverkefni að læra sig og ekki mitt að kenna þeim. En þessi áróður bara klassískur áróður sem notaður í svona átökum, við sökum þig að borða börn. Já. Það notað sem bara vopn til að bara einangra palestínumanna meira og búa til svona hatur. Þannig, og ég get ekki svara því, ég get ekki svara að þreytandi að segja, nei, ég borða ekki börn. Nei, ég var ekki í Burgó meðan ég var út í Palestínu. Ekki reyna að finna vit í vitleysu eins og eitthvað sagt. Takk. Það getur verið mjög erfitt. Já. Herðu, en Píta, hvað viltu að íslensk stjórnvöld geri? Ég vil að þið taka afstöðu. Hvernig? Skýra afstöðu. Ég meina að horfa til Tyrklands eða til Kólumbíu eða þú veist, með viðskiptabanna á Ísrael hætta, þú veist, bara ríkisstofnun að hætta að kaupa vörur þaðan, þú veist, það þarf ekki vera eitthvað, þú veist, bara loka landi fyrir það, bara ekki kaupa vörur þaðan, eitthvað, bara yfirlýsing, eitthvað smátt, eitthvað sína að við sáum þetta ránt og við ætlum að segja það. Ég hef ekki orðið varfið, sér rætt Gaza í forsetakosningunum. Nei. En maður myndi samt ætla að það mál kæmi upp því að ég býst við að palestínumenn á Íslandi, íslenski palestínumenn, alveg eins og stuðningsfólk Palestínu og bara stuðningsfólks bara friðar og mannúðar hafi orðið fyrir miklu vonbrigðum með afstöðu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Og síðan hún komin í forsetaframboð. Þannig að maður myndi ætla eins og til dæmis frumvarpi sem hún lagði fram í þinginu lagareldi sem hefur svolítið verið hluti af kosningabaráttunni, hefur verið rættar, þótt að hún hafi kannski ekki mikið rætta. Finnst þið líklegt að Gaza, að hún verið innt eftir þessari afstöðu? Ég minna, þú veist... Já, við getum flett upp í gömlum viðtölum og yfirlýsingum þar sem hún lýsir sig sem sérstaklega stuðningsmann Palestínu. Ég ætla kannski ekki að ræða einn frambjóðandi, en ég ætla samt að gagnrýna, þú veist, fjölmiðla að þessi spurninga hefur ekki komið fram og þetta skiptir svo mikið máli til þess að bara að sjá hvernig manneskjan að verða forsetinn okkar. Manneskjan að fara að standa með sjálfan sér og segja þetta ránt og ég ætla að segja það þó að kosta mér stólinn. En það var ekki, þessi spurningir ekki búið að koma fram og líka, þú veist, af því við erum að tala þú veist, fréttamiðlana, þú veist, þessi hvernig þau eru að taka þátt í líka búa til áráðu og frétta umfjallanir og hvernig þau tala Palestínu og þáttöku og staða palestínumanna og þú veist, orðin sem að nota hvernig það fegra Ísrael og það sem að gerast en Hamas eru eitthvað að koma og vilja ekki ræða við neitt og komið með ranga falska fréttir og ekki að segja svo rétt frá, en það var tækifæri í forsetisumræður að vera bara með já, nei spurninga að kasta þessu fram út af því margir Íslandingar hugsa þetta mál og taka þetta mjög næri sér að þeirra ríkisstjórn ekkert að gera nýtt og búast við að forseti myndi gera eitthvað. Og það sjáum við bæði í skoðanakönnunum eins og ég vísaði til, það sem mikill meiri hluti Íslendingar sem að styðja málstað Palestínu, en við sjáum það líka í þáttöku í ýmsum mótmælum og líka bara til dæmis söfnuninni til þess að bjarga fólkinu frá Palestínu, þannig að við höfum mörg merki það að þetta mál sem að stendur fólki mjög nærri. En þú til að segja að fjölmiðlandi kannski eru með þá stöðu gagnvart þessu máli að þau eru erfitt með að bera það fram. Kannski var það sem að næst komst þá var fréttir af því í gær að forsetaframboðið voru spurðir hvort þeir ætlu að horfa á Eurovision. Já. Sem svona hvað ég segja, svona fölsk spurning kannski þetta mál. Já, það fölsk spurning. Akkur spurðu ekki beint út af því að horfa á Eurovision sem, ég skil það sem, ég veit ekki svörin hver svara hvað, en sem frambjóðandi með því að segja já, þá ég að styðja við íslenski list. Það kemur kannski palestínumönnum ekkert við. Spurðu bara beint.
en þú veist, ég skil ef einhver sagði já að þessi bara ég ræsti því okkar listamenn hver sem þeir fara og hvort ég sé sammálaði ekki þú veist, ég skil að þú segir ná en ef þú ætlar að spyrja staðin til palestínumanna þá spyrjum bara beint það var enda búið að vera hérna undanfarna mánuði þessi umræðum Eurovision var að sumleiti sko svona fölsk umræða þetta Já, svo náttúrulega fræðilegu möguleiki eitthvað segi já, ég ætla að horfa á Eurovision vegna þess að ég styð palestínumenn og ég fordæmi Ísrael en almennt ég ansnúin því að nota svona útilokun í íþróttum og listum. Þetta bara svolít afstaða sem sumir hafa. Ég eins og þú veist, ég finn svo mikið meðbyrjum með Íslandinga þau hafa sýnt samstöðum palestínumanna alveg ómetanlegt og ég bara snortin fyrir það og meta mikils hversu mikið Íslandinga að standa með palestínumanna og þegar umræðan Eurovision kom upp þá hugsa ég það var rosalega erfitt fyrir mig út af því ég kýs að mótmæla með því að mæta niður Austurvell með að skrifa mér það sem ég að hugsa á Facebook eða deila einhver frétt og vonast til að einhver tekaði upp og deilaði áfram. Sumir kjósa að mótmæla með að senda Bashar út. Þú veist, þetta áður en heyra vann kosningarna. Þannig ég ákveða þá, ég ætla að sniðganga Eurovision út af mínu samfæringu en ég ætla ekki samt að segja fólk hvernig ég er sína samstöðu Palestínu. Þú bara ræður, ef þú ert að sína samstöðu Palestínu, þá er ég þakklátt. Hvernig þú sýnir það á þinni hátt, það er bara þitt mál. Þannig að það var þegar Bashar, af því fólk voru að tala um að hann væri tákn. Það verður vilja að hann hefði farið út? Ég ætla ekki... Það Eurovision á morgun, svo líka það vil svo til að eru tónleikar í Háskólabíó á morgun líka? Ég ætla á það, já. Hérna, að því þú nefnir, og ég líka nefna, þennan mikla stuðning Palestínu hjá Íslandi og ég hef verið svona að skoða annars staðar í heiminum. Ég held þetta sé svona í Írlandi líka. Já. En svo er ekki víða annars staðar þar sem að þú sér svona mikinn stuðning og af hverju heldur þetta sé? Af hverju er svona almennur stuðningur meðal almennings á Íslandi með Palestínu? Ég veit, Írarnir fóru í gegnum það svipað og þess vegna standa þau með okkur. Ég held Íslandinga eru svona, ég veit ekki hvort ég mætti slétta, þau eru svona emotional intelligence. Þau veit, já, mér finnst það. Þau kunna alveg tjá tilfinningana sína og þau vita að þetta er rangt og alla gera eitthvað í því. Þau vita alveg hvernig þeim líður með ákveðin málefni og þau geta ekki setið á það. Og þess vegna fara þeir út. Þau kannski hafa ekki upplifa svona niðurlæging og stríð og hertöku en þau skilja okkar upplifun sem palestínumenn. Þau eru bara mjög klár með tilfinningarna sína. Íslendingar? Já. En af hverju, ef Íslendingar eru svona tilfinningarlega greindir, af hverju tekst þeim ekki að velja stjórnvöld sem að endurspegla það? Jú, þetta tilfinningar, ná að plata þeim líka. Ég held þessi, ég veit ekki. Ég get ekki svarað því. Við reynum að rannsaka það. Já, við reynum að rannsaka það. Herðu, við erum að reyna að tala þjóðamorð án þess að vera með athyglinni á hörmungunum sem eru þar. Af því að ég vil ekki græta þig. Nei. Af því að ég veit að bara, það getur ekki talað um þetta þess að bara gráta. En ef að við trúum voninni sem er í brjósti fólksins á Gaza að það sé kannski nær sigri núna heldur en nokkuð minn áður. Hvernig sérðu framtíð Palestínu? Bara eftir, þú mátt fara 20 ár, 30 ár. Hvað væri það besta sem að geti gerst? Ég allavega veit að við Íslandingar höfum mikið verk að vinna núna eftir þegar þetta er búið að aðstofa við að byggja upp Palestínu aftur af því þeir eru að fara að skilja allt í rust. Ég þóra ekki að leyfa mér að segja eftir 20 ár eftir 10 ár að vera frjáls Palestína. Ég þóri því ekki út af því ég er 40 eitthvað ára og ég er búin að hugsa þetta í svo langan tíma eftir 10 ár og það gerist aldrei. Þannig ég þóri ekki að leyfa mér það þó ég á
3 dætur, elsta heitir Watan sem þýðir heimaland, næsta elsta heitir Tahrir sem frelsun, þannig ég með hana heima og svo yngsta heitir Asala sem svona innfætt, original. Þannig ég með hérna frelsi fyrir heimalandi heima hjá mér en ég þóri ekki að fara þangað en ég sé fyrir mig að hérna alþjóðarsamfélagið tekur sig saman og núna, þú veist, ég náttúrulega til dæmis UNRWA var stofnað strax eftir stofn Ísraelska ríki og allt sem gerðist, þjóðamál sem gerðist þá var UNRWA stofnað til þess að aðstoða Palestínumennum með svona eiginlega afsökunarbeiðni frá heimurinn það að við vorum að horfa á Ísrael að gera þetta við ykkur, við gáðum þeim leyfi til þess. Þannig ég að vonast til að alþjóðarsamfélagið tekur við þetta og skammast sín fyrir það sem við erum búin að þegja yfir öll þessi marg ár og aðstofa Palestínumenn að stofna ríki. Þannig eftir 10 ár verðum við ennþá að byggja upp landi upp á nýtt undir alþjóðarvernd. Svipað og margar þjóðir hafa lofað Úkraínumennum að gera að taka þátt í uppbyggingu landsins eftir einrás Rússa og þá verði eitthvað svona samkomulag það í heiminum að það verði að þetta það valla að þú leyfir að horfa svona fram af því að það náttúrulega bara í deginum svo miklar hörmungar að þeim verður að linna. Það bara strax og við eigum að gera allt sem við getum þó þessi bara yfirlýsing til þess að aðstofi að stoppa þetta strax. Það ekkert of lítið þannig að það ekkert að segja hvaða áhrif munum við Íslendingar hafa þó að við förum í hættum einhverjum viðskiptum og þó að við segjum eitthvað þá rödd okkar lítil, þú hafna því. Alls ekki. Því að þetta líka kannski samvinskuspurning hvers einstakling fyrir sig að rísa upp og andmæla þjóðarmorði. Og allt sem við gerum, allt, þú veist, þegar ég að tala um fólki úti, þau geta ekki, þú veist, bara að deila samfélagsmiðla. Þú veist, hún segir við mig, frænka mín, þú veist alveg, við þurfum að eyða öll samfélagsmiðlana úr símana, annars við erum handtekinn. Þú ert bara að stoppa út í götu og þú ert að deila eitthvað, svona myndefni í símanum þá ertu handtekinn. Þannig bara með að deila, bara með að vera með yfirlýsingu. Í Palestínum við vita af okkur Íslandinga og það alveg íslenska fána, ég hef séð það í Gaza og annars staðar. Þeir vita af okkur og Íslandingar duglegur að láta vita af sér og halda þessu áfram og ríkisstjórn koma með sitt fólk í liði. Og hver einstaklingur sem að tekur deilir áfram því sem að fólk að mynda þarna og segja frá óvandilega mikilvægt því þetta fólk sem getur ekki til þessu sjálft og leggur líf sitt í hættu við að koma upplýsingunum fram. Það þannig. Píta, takk fyrir að koma hingað og ræða Gaza og Palestínu. Takk fyrir að hafa mig. Við ætlum að sitja hérna aðeins áfram og halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú ætlum við að ræða dánaraðstoð sem mál sem liggur fyrir þinginu og hefur verið í einhverju umræðu. Við höfum rætt það hérna við rauðaborðið við fólk sem svona hvata fólk að því að við tökum þetta upp heimilum dánaraðstoð hér á Íslandi eins og hefur verið gert sums staðar annars staðar. Það mun vera leyft í Sviss og Hollandi og kannski einhverjum fleiri löndum. En það kom ályktun frá læknafélaginu eða svona umsögn að læknar allavega í félaginu ekki ánægðir með þetta, styðja ekki þessa tillögu og hingað komin Steinunn Þórðardóttir sem formaður læknafélagsins. Ég veit ekki hvort ég að spyrja þau þínar eigin skoðanir eða læknafélagsins. Þið þurfum náttúrulega að skoða þetta. Já, við höfum þurft að gera það ítrekkað í gegnum árin og Læknafélag Íslands aðili að World Medical Association sem alþjóðasamtök lækna og þau hafa verið alveg frá stofnun mjög skýr varðandi það að læknar eigi ekki að taka líf, að læknar eigi að virða líf og þetta eitt svona lykilpósturinn í okkar siðareglum og ég veit að fólk sumir hafa gert kannski lítið úr þessum siðareglum en þær koma til af bara mjög ríkulegum ástæðum. Alþjóðasamtök lækna stofnuð upp úr seinni heimsstyrjöldinni þegar að læknar urðu uppvísir að mjög miklum
voðaverkum eins og við þekkjum öll, meðal annars svo kallur deyða fólk bara beint og líka með vanrækslu, skipulegri vanrækslu. Bara virkilega auðvitað hryllilegir glæpir sem að læknar fremdu þarna og þessi samtök voru stofnuð meðal annars til þess að koma í veg fyrir að læknar myndu nokkuð tíman endurtaka verknaði á borð við þessa og þá var náttúrulega tekinur eins og afstæða við yrðum að vera alveg skýr. Þetta mætti aldrei vera neitt grátt svæði, en sem leiðamæri komin á grátt svæði þá hægt að fara að færa mörkin ennþá meira til. Þannig að hlutverk lækna að lækna, ef að læknar get ekki lækna þá að líkna, en ekki deyða og að virða líf. Það eru læknar sem að starfa í þessum löndum sem ég nefndi áðan og kannski þetta víðar sem að taka þátt í þessu. Já, og þetta eru læknar sem að taka aðra afstöðu til siðaregluna heldur en þessi alþjóðasamtök gera og bara svo það sé látið fylgja þá er þetta einmitt löglegt í nokkrum löndum og það eru nokkur læknafélög sem eru fylgjandi en lang stærstur meirihluti læknafélaga heims er á móti og ég hef tekið eftir ég átt þessar umræður við mitt lækna frá Sviss, Hollandi og ég sé að þeir eru mjög fylgjandi og þeirra félög og ég held leiðort farin yfir línuna og þínir kollegar, þínir félagar eru farnir að veita þessa þjónustu, þá er erfiðar að vera á móti. Þannig að það verður eins og einhvers konar hugsanabreiting eða hugafarsbreyting í þeim löndum. En samtökin í heild eru mjög gegn þessu, það er langt síðan að þau bara í rauninni endur nýjuðu þá afstöðu sína og stóri læknafélagin eins og bandaríska læknafélagið alfarið á móti þessu og þetta hefur verið afstæða læknafélagsins alveg frá upphafi að fylgja alþjóðasamtökum lækna en í ljósi þessa frumvarps sem kom fram núna í vor þá ætlum við að taka umræðina við okkar félagsmenn vegna þess að við vitum að við erum ekki öll sammála. Það eru líka félagsmenn á Íslandi sem eru jákvæðari gagnvart þessu heldur en þessi lína félagsins hefur verið. Þannig að við ætlum að standa fyrir málþingi í lok maí, siðfræðiráðið okkar, meðal okkar félagsmanna til að taka bara á opinskáanhátt þessa umræðu og í kjölfarið þá vantilega gera könnun meðal okkar félagsmanna. En ef það er þannig að læknar hafa bara ólíka afstöðu, að lækna félagið í sjálfu sér er ekki yfir samviska læknana? Nei. Alls ekki, en við auðvitað höfum... Og öllum líkindum verður þannig að það eru bara sumir eru fylgjandi þessu, aðrir eru harðir á móti þessu. Já, en það er spurning hvort þetta verður löglegt eða ekki og það er náttúrulega þar félagið að hafa ykkur á skoðun sem félag. Og þá er auðvitað mikilvægt að við endurspeglum sem best vilja okkar félagsmanna þó eins og þú segir, það verða örugglega alltaf skipta skoðanir. En þá þarf félagið samt sem aður að hafa afstöðu og þeir eru leita til félagsins af hálfu yfirvalda varandi stefnu sem að ég tel mjög mikilvægt ef að fara út í máli eins og þetta, það sé haft samráð við lækna og þeirra samtök, vegna þess að það er ætlast til þess að við þá veitum þessa þjónustu og þá þarf þetta að vera í samráði við okkur og þá þurfum við að hafa ykkur að línu. Það eru dæmi, ég veit ekki hvort það sé gott dæmi, en það var á tímabili afstæða kirkjunar held ég, að hún setti sig ekki upp á móti því að samkynniðir eruðu blessaðir af kirkjunni. En við getum ekki neitt presta sem að það stríðir gegn samviskuður að gera það. Þannig það geti orðið eitthvað slík niðurstaða sem erði að það er búið að lögleyfa dánaraðstoð, en við getum ekki neitt þig að framkvæma hana. Það er einn vinkillinn á þessu máli og algjörlega hárrétt. En er það góð niðurstaða? Er ekki betra að samfélagi tæki svona skýra afstöðu í þessu? Mér finnst það og ef ég fæ að skipta yfir í þá mína persónulegu skoðun sem læknir, að því ég er búin að velta þessu heilmikið fyrir mér eftir þetta kom í umræðuna núna aftur, er að ég er búin að vera að fylgjast með til dæmis umræðun í Hollandi þar sem þetta er búin að vera leyft töluvert lengi og þeir sem tala hvað mest fyrir þessu, þetta er svona efri millistjætt fólk sem finnst þetta að vera sinn réttur ef að svo ber undir og í orðræðinni ber meðal annars á því að læknir sem er ekki tilbúin að veita dánaraðstoð sé siðlaus vegna þess að hann sé þá ekki að lina þjáningar. Ég á mjög erfitt með að kyngja þessu að það sé í raunin ekki einu sinni þannig að ég geti samvisku minna vegna neita að taka þátt í þessu, þá sé ég dæmt sem siðlaus af einhverjum vegna þess að ég sé þá að horfa upp á einhverja þjáningar og ekki að lina þær en með því að lina þær þá er ég að deyða mannesku og að deyða aðra mannesku er risastórt mál fyrir hvaða mannesku sem er. En ef ég kem til þín óbærilegum sársauka og bara sálar angist og sé enga lausn, en bara eina sem ég þrái frá því ég vakna á morgnana
ef mér hefur tekist að sofa, að fá að bara hverfa. Já. Og ég bið þig það sem eini fagmaðurinn sem getur veitt mér það. Hvað ætlar að segja? Það spurning hvort að ég sé mitt fagmaðurinn sem get veittir það, hvort að það sé mitt hlutverk og hvort við viljum hafa lækna. Þú veist bara skýr lína, mér finnst það læknar deyð ekki. Það mín afstaða sem einstaklings, sem læknis, að það eigi að vera skýr lína og þegar ég segi þetta þá skil ég að það séu til dæmi fólk sem að upplifi mikla þjáningar og myndi vilja hafa aðgang að þessu og ég veit að það erfitt að setja þessa línu svona skýrt og neita þegar að fólk einmitt í óbærilegum þjáningum á engar lífslíkur og það eru til dæmum þetta og ég hef mikla samúð með þessum dæmum og ég ber mikla virðingu fyrir skoðunum fólk sem að segja þarna hefði ég viljað en á móti þá óskar maður einmitt líka til eftir því að það sé borin virðing fyrir þessari skoðun að vilja ekki deyða aðra mannesku og fólk hefur líkt þessu saman við dýr og að dýralæknar svæfi dýr, þetta bara ekkert líkt við þetta tvennt og það að taka mannslíf bara virkilega erfitt skref og rannsóknir á að sýnda læknar sem að stunda dánaraðstoð, þeir þjást andlega. Þetta fer mjög illa með þeirra sálarlíf, margra hverra. Og maðurinn hefur lengst að vita hvað þetta þess vegna voru böðlar með grímu til þess að það getur verið í persónuleysi með að fremja þennan verknað. Nákvæmlega, þannig að maður kannski lagði sjálfan sig til hliðar í þessu hlutverki og fór í eitthvað annað. Þú gast ekki horfst í augu við sjálfan þinn að vera að gera þetta sem einstakling. En eitt af því sem er sagt, en læknar eru alla daga að taka ákvarðanir raunverulega líf og dauða, að hætta meðferð, gera eitthvað, taka á vél úr sambandi eða gera eitthvað sem þeir vita manna best að mun leiða til þess að við komum til mun deyja. Já, en við erum alla daga eins og þú segir að meta horfur, lífslíkur og lífsgæði og yfirleitt þá í góðu samtali við þann sem á í hlut við sjúklingin og við erum ekki að neyða upp á fólk lífslengjandi meðferð sem það vill ekki þiggja. Það mjög mikilvægt og það allt annað að halda sér höndunum heldur en á virkan hátt deyða mannesku. Og ef að fólk vill ekki þiggja læknist aðstoð, það vill leyfa eins og oft talað náttúrunni að hafa sinn gang, þá auðvitað virðum við það. Því að við erum ekki einmitt Guð almáttugur, við stjórnum ekki líf og dauða. Og ætli ekki að sigra dauðan. Þið vitið að endanum munum við öll deyja. Við munum öll deyja og ég held að við mættum ræða það miklu meira sem samfélag líka. Við höfum fjarlægst dauðan mjög mikið. Dauðin held ég ferli sem að okkur ber að virða en ekki óttast og ég held eins og segja ef við myndum ræða dauðan meira og hann væri meiri hluti á okkar daglega lífi þá kannski myndi þessi umræða heldur ekki vera kannski komin alveg á þennan stað en þess að nú ég öldrunarlæknir og hef orðið vitna gríðarlega mörgum andlátum og það einhvern veginn skilur mig eftir með svolítið aðra tilfinningu fyrir þessum loka metrum, þessar friðsæld og fegur sem yfirleitt til staðar ef að fólk fær góða meðferð, líknandi meðferð og það það sem við eigum að veita. Við eigum að líkna, við eigum að leyna þjáningar, við eigum að beita öllu okkar vopnabúri til þess en að deyða og virkanátt allt annað mál. Ég hef talað við fólk sem hefur fyllt ástunum sinum í dánaraðstoð og það talar, komið svo tóvart, það talar þetta sem fagrastund. Þú ert erfitt með ímyndu að það? Ég á ekki erfitt með ímyndu með það, nei. Og svo ég láti það líka fylgja og ég vil bara vera auðmjúk í þessar umræðu að þetta ekkert einföld umræða. Þú ert ekki að dæma þá sem að gjósa áfram? Alls ekki, ég alls ekki að dæma og ég var sjálf, jáfnvel fylgjandi þessu áður en ég fór að hugsa það nánar. Ég skildi mjög vel af hverju fólk vill að þetta sé hægt. Ég skildi það bara mjög vel. En svo þegar maður átt að segja á því, ef þú ert búin að leyfa þetta í einhverju mynd, í öllum þessum löndum þar sem það hefur gerst, þá hafa mörkin færst til. Hvernig þá? Þetta hefur byrjað að vera eitthvað sem að menn setja mjög skýrt í lög yfirleitt að þetta eigi að vera bara fyrir einstaklingar sem eru með sjúkdóm sem mun draga þau til dauða innan yfirleitt frekar stutt tímaramma og með óbærilega þjáningar. Svo búið að taka það til dæmis í Kanada út úr lögunum að þú þurfir að eiga stutt eftir og vera með lífshótandi sjúkdóm. Þannig að það eru bara óbærilegar þjáningar. Það geta verið alls konar. Ég get skilgreint að ég lifi bara sálarkvalir. Já, og þá áttu rétt á þessu
Þannig það er mat viðkomandi einstaklings, hvort að þjáningarnir svo óbærilegar. Það er ekki hægt að mæla þær. Það er ekki hægt að mæla þær, en það er heldur ekki hægt svo maður fara aðeins í annan vinkil á þessu að mæla hvort að fólk er að gera þetta algjörlega eigin forsendum eða forsendum einhvers annars. Og við hefum til dæmis rætt þetta varðandi eldra fólk sem upplifir sig byrði eða fólk sem upplifir sig byrði vegna síns sjúkleika á samfélaginu, á öðrum, á sínum aðstandendum. Á maka þegar maður langveikt fólk getur upplifið það mjög að það horfir á það hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á líf makans og hvernig, og við þekkjum það bara hvaða getur verið stórt hlutverk að vera maki langveiks sjúklings. Og maður veit ekki hvað er í gangi í höfðinu á mannesku í þessum spúrum. Já, þá erum við kannski að tala að hefur samfélagi gert allt sem að þurfti, til dæmis að veita fjölskyldunni stuðning sem er með langveikan. Þannig að það upplifi ekki að það sé þessi byrði á ástvinum sínum. Og það er það sem ég er svo hrædd að ef þetta er orðin leið út, að þá minnki pressan á samfélagið að standa sig almennilega gagnvart fólki í þessum spórum sem er langveikt, sem þjáist eins og í Kanada, og svo ég teki dæmi það land aftur, þar er líknarmeðferð ekki búið nema fyrir fáa. Þetta er dýr meðferð þar, fæstir af aðgangaðinni og þá fer dánaraðstoð að verða eini raunhæfi valkosturinn. Í staðin fyrir að bæta líknarþjónustuna, gera hana aðgengilega öllum, að þá fer fólk að leita í þessa átt. Það kemur svona stjættarvinkillinn í þetta að þeir sem að eiga eignir og fé geta fengið allra bestu aðstoð sem hægt er. Og dánar aðstoð er þá svona þrautarrönding, en hjá þeim sem eru fátækir, að þá er dánar aðstoðin bara fyrir að verða kannski ekki fyrsti kostur, en mjög fljótlega. Já, og það er þetta sem ég veist ókveikjandi og ég veit að þeir sem tala fyrir dánaraðstoð segja að við bara pössum upp á þessi mörk, en getum að lofa því alla framtíð, að þessi mörk munu vera óbreytt hér alla framtíð. Hér breytum við stjórnvöld, það koma aðrir aðilar til valda sem hafa kannski aðrar hugmyndir og eru meira tilbúnir að færa þessi mörk og þá erum við búin að setja læknana yfir línuna. Við erum búin að leyfa þeim að deyða í sumum tilveikum. Þá er miklu auðveldar að íta þeim lengra ef maður á annar borð búin að fara, þessi lína er svo skýr, við deyðum ekki, en leiðurum komin yfir hana þá er hægt að fara að íta okkur lengra og lengra og það er það sem eins og ég segi hefur gerst og það er þessi stjættavinkill klárlega til staðar og það eru fleiri vinklar eins og nú er ég öldrunarlæknir og vinn mikið með fólk með heilabilun og það var dæmi frá Hollandi sem að virkilega sló mig að það er kona sem greinist með Alzheimer sjúkdóm, segir sjálf bara mjög stutt eftir greiningu, ef ég þarf að fara á hjúkrunarheimili þá vil ég frekar deyja. Og ættingar hennar bara sammála þetta og hún tekur þessa ákvörðun. Síðan kemur að því bara einhverjum árum setna að hún er orðin þetta slæm, hún þarf aðstoð allan sólarhringinn, þarf að fara inn á hjúkrunarheimili, en þá er hún ekkit lengur á þeim stað að vilja deyja. En hún er náttúrulega orðin veikari. Og aðstandendur eru alveg harðir á því að virða þennan viljanar frá því mörgum árum fyrr. Það sem að hún var ekki neinni aðstöð til þess að meta stöðu sinni í dag. Nefnilega. Og ég meina, ég þekki bara svo marga sem að fara í gegnum hennar sjúkdóm og ég meina og eiga mörg góð ár. Og þarna tekur ákvörðin í einhverju áfalli yfir þessari greiningu. Mörgum árum setna ertu á einhverjum allt öðrum stað. Þannig að það er fenginn til læknir, það er laumað lyfi í kaffi hjá henni til þess að svæfa hana svo að sé hægt að gefa henni þessa sprautu. Hún sofnar ekki almennilega og svo byrjar hún að berjast á móti og fólki hennar heldur henni neyri meðan læknirinn sprautar hennar með banvænu lyfi. Og þetta fór fyrir dóm og læknirinn er sýknaður. En mér finnst þetta bara svo ókveikjandi dæmi. Ætlum við að halda fólki neyri og sprauta það. Og ég meina þetta er bara í Hollandi. Þetta er siðmentað land. Að halda svona get ekki gerst hér væri barnaskapur á mínum mati. Þú ert eiginlega að lýsa svona eins og eitthvað svona einfallleiki í því hversu virði líf er. Eins og við getum að ímynda okkur bara unga mannesku sem vill frekar deyja heldur en vera 64 ára. Það er alveg hægt að sjá það fyrir sér. En við þekkjum það alveg að fólk sér fyrir sér að þetta myndi henda mig að þá væri ég bara frekar til í að deyja. En svo ert í aðstöðunni, þá er bara allt aðra forsendur. Og það sem að við telja vera forsötu fyrir því að lifa góðu lífi
að við erum svolítið frek á það, en svo þegar við missum mikið af því og missum alls konar getu, að þá lífið samt dýrmætt. Ég held að þetta sé alveg rosalega sterkur punktur í þessu og það er þetta sem líknarlæknarnir hafa mikið talað um. Líknarlæknar eru flestir á móti dánaraðstoð, þótt að þetta séu læknarnir sem eru einmitt með hópin sem þjáist og með þessa erfiðu sjúkdóma og samkvæmt þeim og þeirra reynslu þá er fólk með lífsgæði þrátt fyrir þetta, það hefur eitthvað út úr lífinu þó það sé svona veikt og yfirleitt löngun til að deyja mest í byrjun einmitt þegar maður greinist með eitthvað sjúkdóma, maður sér bara fyrir sér eitthvað trilling en svo eitthvað neginn bara heldur lífið áfram og fólk finnur innihaldið í því, alveg svo að lýsa. Þannig að mér finnst líka svo áhugavert, það var rannsókn sem var gerð í Bretlandi á afstöðu sérgreina, mismunandi sérgreina lækna til dánaraðstoðar og þeir læknar sem voru mest á móti eru líknarlæknar, taugalæknar, krabbameinslæknar, öldrunarlæknar, læknar sem eru mest í tengslum við deyjandi fólk og erfiðustu sjúkdómana. En það þá þannig að þeir læknar sem hafa fallið þá að taka þátt í þessu, koma ekki úr þessum hópum heldur koma annars það frá eða? Nú bara verði að viðkenna, ég þekki það ekki en ég held reyndar að það sé nú oft þannig að þau séu úr þessum hópum og líkur hópi heimilislækna. En þær sérgreinar sem eru svona ólíklegastar til þess að koma að þessu eru yfirleitt mest fylgjandi. Það hefur líka sýnt sig. Við sitjum við rauðaborðið og erum ofta að velta fyrir okkur hvernig við hegjum samtali í samfélaginu og stundum við efins að vettvangurinn sé klár að við sem ofta reyna að draga ótrúlega flókna umræðu kannski í gegnum vettvang sem ekki ræðu við hana. Hérna erum við með mál sem að spannar eiginlega bara alla mannlega tilvist okkar. Þetta er einkanlegt mál, við erum að virða bara einkanlega afstöðu fólks, þetta er siðferðilegt mál, þetta tengist menningu okkar og þetta tengist hvort við lítum á hvert líf sem heilagt og hver þess búinn að taka ákvarðanir skil á milli lífs og dauða. Þetta er alveg rosalega stórt mál. Hvernig ætlið þið að fara með þetta ekki inn á læknafélagi? Félagsfund og... Já, einmitt, við ætlum að leysa þetta allt á félagsfundi og fá okkur kaffi og kleinur. Þetta er ekki einfalt. Við verðum aldrei sammála og eins og ég sagði áðan að þá virði ég fullkomlega þá sem eru ekki sammála mér. Og mér finnst þetta ekki svart og hvítt, mér finnst þetta ekki klippt á skúrið og þetta hefur valdið mér, getum maður sagt, svefnlausum nóttum af því að þetta er alveg ótrúlega víðfeðmt málefni út frá siðfræði og heimspeki og bara öllu þessu sem þú ert að nefna og ég held að við verðum aldrei sammála en ef ég tek aftur mína persónulega skoðun og mér bandaríska læknafélagi setja þetta svo vel fram, svo skýrt, þannig að maður skilur. Fyrsta lagi, læknar eiga lækna og líkna, punktur. Og ef að dánaraðstöðu leyfð, þá er ekki hægt að stjórna henni. Þetta er þeirra skoður. Þetta úrræði... Ef þú opnar ferði við línuna. Já, þetta er oftu notað í svona siðferðilegum málum. Ef að þú fjarlægir hennar þröskuld, þá mun allt flæða henni. Það er nefnilega mál og það hefur því miður gerst. Annað dæmi frá Belgíu, þar kona í ástarsorg, vissulega búin að eiga við geðran vandamál að stríða, alla sína æfa einhver leiti, í ástarsorg og fær dánaraðstöð. Systur hennar kæra læknin. Ég meina, konan í áfalli og hún bara horfin. Það er ekki hægt að taka þetta tilbaka. Þessi kona var 30 eitthvað ára. Ég meina, hún átti áratugi eftir og þarna er einhver valkostur komin á borðið sem að maður tekur aktíva afstöðu til, herru, ég get líka bara farið þessa leið, þetta er opið fyrir mér. En hún hefði getað svist sig lífi sjálf? Hún hefði getað gert það og þeir sem tala fyrir dánaraðstöð segja þetta það, sérstaklega fyrir veikt fólk sem þjáist er einmannaleg leið að fara og ég get alveg verið sammála því og ég veit að margir eru mjög, hvað maður að segja, þetta er mikið áfall þegar ástvinnu tekur eigið líf og gerir þeir einsamt. Getur verið hryllilegt. Já, þannig að ég skil það líka og þannig að eins og ég segi, ég virði þennan málflutning og flækjustíð í þessu. En ég held að maður horfir á samfélagi sem heild og stóru myndina og maður hugsa kost og galla, þá þó sem vissulega séu til dæmi og örugglega fleiri en 1 og fleiri en 2, það sem hefði verið gott að hafa aðgang að þessu, þá eru dæmin það sem að þetta mun gera lífið erfiðara miklu fleiri. Og að fólk mun upplifa þrýsting og samfélag eru farin að reikna út, samfélag sem eru eldast eins og við, eru að reikna út hvað mun dánarast og spara okkur mikið í því að sjá gamla fólkið okkar.
Og maður, ég meina á þeim aldri sem maður á núna, maður veit að þegar maður Guð lofar verður áttræður nýræður, að þá verða ekki mjög margar ungar hendur til að sjá hann. Við þekkjum þessa tölur. Og þá þetta ein leið sem að ég veit að mér stendur til boða, ég get létt undir með samfélaginu með því að láta mig hverfa, þó ég hafi ennþá kannski gaman af fólkinu mínu og ykkur lífsgæði, en ég náttúrulega fyrir, ég baggi, það þetta sem ég á ágjur af. Það valkostin, það verður engin bjalla sem að þú getur ítt á, heldur verður það bara morfín og svo dánarastos. Það gæti orðið þannig og það líka verið þegar þetta hægt, þá búið að stilla þér upp fyrir framan enn valkost. Þú sagðir áðan að þegar þú fórst að skoða þetta, að þá hafi verið svona frekar jákvæð. Þannig að þú hefur gengið í gegnum svona breytingar. Mjög miklar. Og ég hef alveg hort. Hvaða hugmyndir voru það sem þú lagðir upp með, það sem varst jákvæð, sem að skoðunin, hvað getur vorið að sigra því, að þetta svolítið svona eins og glíma, þetta er mjög persónulegt mál, hvernig maður tekur afstöðu til þetta. Það nefnilega máli og þessna finnst mér svo mikilvægt að þessi umræða fari fram án gífurirða og af virðingu, vegna þess að þetta óbúslega persónulegt hvað afstöðu tekur til þess. Hvað breyttist í þér? Það sem ég hugsaði fyrst var einmitt bara þetta út frá einstaklingi, ég meina segjum þetta væri minn ástvinur eða ég sjálf. Sem að þjáðist óbærilega og segja enga leið aðra en þessa, þá myndi ég vilja að þetta vera hægt. Það þannig sem ég hugsaði það. Og ég hugsaði allir mína ástvini í þessu samhengi og mér alveg hrikalegt að vita til þess að þeir myndu þurfa að fara í gegnum eitthvað opbóðslega erfiðan tíma fyrir dauðan. Og maður vill að fólk haldi sinni reisn og allt þetta. En svo þegar ég fór að hugsa þessa línu og hvað það þýðir að fara yfir hana og hvað það þýðir fyrir alla í samfélaginu, ekki bara þá sem í þessum sporum heldur alla, að þá kom þessi ótti við þrýstingin og við það að við til dæmis hættum þá að standa okkur gagnvart þeim sem að standa höllum fæti vegna þess að þetta sé þá einhver leið eins og þarna í Kanada, við bara sinnum ekki líknandi meðferð, það ekki í boði fyrir alla, þannig en þetta leiðin, þetta geta allir gert. Mér finnst þetta mjög ógnvekjandi og það þá sem ég hugsa, ég skal þá bara taka hinu, að þetta verði þá að vera svona og eins og líknarlæknarnir segja líka, við getum gert betur í líknandi meðferð, við getum meðhöndla langmest af þessum þjáningum og svo auðvitað getum við haldið okkur höndunum, við erum ekki að halda fólki á lífi ef það vill það ekki. Við leyfum því að fara eða vill fara en við tökum ekki lífið af þeim samt. Þannig að mér finnst þetta, ég ætla að hugsa út frá sjálfur mér og mínu fólki, ég ætla að treysta líknalæknunum, kerfin okkar til þess að sjá vel okkur og ef svo ekki þá ætla ég að berjast fyrir því að það verði lagað. En mér finnst samfélagið þarf að vera orðið ansi fullkomið gagnvart þeim sem standa höllum fæti til þess að við getum fara að ræða eitthvað eins og þetta. Og síðan náttúrulega hafa komið ennanur röku upp að ég meina akkur þurfa læknar að vera involveraðir í þetta, akkur þarf lækni til þess að sjá þetta. Viljum við kannski að læknar sé í öðru? Akkur þetta læknisverk? Hver að gera það? Ég hef ekki hugmynd. Nei, það bara góð spurning. En það ekkert sjálfsagt að það séu læknar. Það ekki niðurstaða þín að þú kemst til að því að við getum kallað þetta fordæmingu eða bara ákvörðun okkar menningar að þetta sé ekki í boði. Að það hafi bara kynslóðurnar og tíminn hafi bara haft vit á því að segja að þetta bara no. Í mér finnst það eftir ég hef hugsað þetta djúpt. Þegar okkur hættur oft til þess að gamle dagarnir séu heimskýr en nútíminn alltaf svo klár. Einmitt. En líka þetta að mannslíf allt annað heldur, þetta einhvern veginn eitthvað sem ég held að sé mjög heilagt fyrir okkur og heilagra fyrir okkur heldur við áttum okkur á. Og ég held að forsötu góð samfélags að líta svo á hvert líf sé heilagt. Einmitt og við reynum að gera vel og við getum fyrir hvern og einn. Og enn eitt dæmi, fólk með einhverfu að fá dánaraðstöð því að það einmana. Í þessum löndum. Maður hugsar, ætlum við ekki að taka þetta fólkinni í samfélagið okkar? Ætlum við ekki að reyna að leysa þeirra þjáningu öðruvísi? Ætlum við að segja, heyrðu, þú getur líka bara látið þig hverfa. Þetta að mínu mati opbúslega óþægilegt þegar maður fer að kafa honi hvernig gengur í hinum löndum. Þannig að ef þú opnar þess að gátt að þá eiginlega koma skilaboð til tiltekina sjúklinga og hópa að kannski segja bara best fyrir öllu að þú hverfir. Já, þú getur algjörlega upplifið það. Þú getur algjörlega upplifið það. Best fyrir þína ástvinni og best fyrir samfélagið. Einmitt. Steinunn, takk fyrir að koma og ræða þetta mikilvæga mál. Takk sömuleiðis. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda
og lesenda. Sláist í hópinn og